Ég heiti sem sagt Guðmundur Hálfdanarson og ég formaður ráðgjafandi nefndar Rannsóknasetur Háskóla Íslands og ég þakka Vilhelm fyrir að bjóða okkur hingað á Skagaströnd. Komin að keyrandi sæinn ég og Jón Atli áðan og ég sem sagt húnvetningur í aðrættina, vesturhúnvetningur reyndar, Austur-Systkini og þekki ég mjög lítið. Keyrði það fram hjá mínum æskustofum og ég gat bekkjum og keyrði hingað það sem ég sett upp þegar ég var í sveit. Þannig að mér þykir mjög vænt að koma hérna. Það í annað sinn sem ég myndi að koma á Skagaströnd oftar, það í annað sinn sem ég kem hérna sem hingað í, það var hérna, það var fyrir því að tíð mér en það var með ráðstæðum. Þannig ég held að hérna, ég svo gleymina. Ég bara býð ykkur velkomin, þetta alltaf svona einn af hápunktu starfseminnar hjá Rannsóknasetur. Maður halda þennan ársfund, þar sem við svolítið svona sýnum hvað við erum að gera og ég held að ég búinn að vera með marga hatta á undanförnum árum svona í tengslum stjórnsýslu og þetta eitthvað svona því skemmtilegasta sem ég hef kynnst þegar starfsemi Rannsóknasetur. Svo gríðarlega öflugt starf, svo fjölbreytt starf sem við sjáum líka á ársfundunum þar sem erindi koma úr öllum áttum, úr ýmsu greinum vísindanna og það svo ánægjulegt að sjá þetta svona hvernig Háskóli Íslands að sýna það að þetta háskóli allra landsmanna, ekki bara, þetta ekki háskóli í Reykjavík, þetta Háskóli Íslands og ég held að þetta sé svona eitt af þeirri starfsemi sem sýnir það í verki. Og það eru auðvitað þið starfsmenn rannsóknaseturanna sem eru svona hrygglengjan í því með Sæunni og öllum í Birnu og öllum sem sinna þessu starfi og glæsilegum þætti. Ég ætla ekki að halda erindi hér, ég átti bara að vera kynir, ég vil bara koma svo frá þér. Og fyrstur á dagskrá rektor Háskóla Íslands, Jón Atli Benediktsson og Jón Atli, gjör svo vel. Komið sæl, starfsfólk Rannsóknasetra Háskóla Íslands, Hólmfríður, rektor Háskólans á Hólum, sveitarstjórnarfólk, góðir gestir. Og Guðmundur, ég veit ekki hvað við gerum þegar þú hættir, þannig að fyrsta sko. Guðmundur verður 70. 1. febrúar næstkomandi, er það ekki? Já, ég er búinn að vera svo ofboðslega öflugur í svo mörgu. Svo ég vil bara byrja á því að þakka þér fyrir þitt starf hér. Þetta næst fundur, þá kannski verður þú ekki lengur formaður, en þú verður nú með okkur í einhverju. Það bara reynst, ég vil bara segja okkur öllum og mér persónulega afar vil. Takk fyrir það. En það sem ég langar að segja hérna fyrst að það er sérstaklega ánægjulegt að vera hérna með ykkur í dag á þessum ársfundi sem í fyrsta skipti sem ársfundur haldinn á Norðurlandi vestra og þetta bara mjög blómleg starfsemi sem hér verður kynnt í dag og Rannsóknasetrin eins og Guðmundur nefndi hafa elst og sannað gildi sitt við eflingu rannsókna háskóla og atvinnustarfsemi víða um land og aukið tengst Háskóla Íslands við sveitarfélög, stofnanir, fyrirtæki, félagar, samtök og einstaklinga á umliðnum 2 áratugum. Og það nú bara tiltölulega stutt síðan og við vorum einmitt að fagna 20 ára afmælinu og höfn í Hornafirði. Það var mjög skemmtilegt fyrir 2 árum. Og nú komið að Háskóli Íslands starfi 12 rannsóknasetur á 13 stöðum landið og það nýjasta rannsóknasetur Háskóla Íslands í Vestmannaeyjum og að Filippa Samara vistfræðingur ráðinn nýlega til að verða forstöðumaður þar. Og setrið byggir á grunni rannsókna á Bölum sem unnar hafa verið á vegum stofnunar rannsóknasetra HÍ undanfarin ár við Vestmannaeyjar. Og þá hefur Bjarni Gautason jarðfræðingur Já, gaman að hitta þig. Bara nýverið komst að starfa sem forstöðumaður við Rannsóknasetur Háskóla Íslands á Breiðdalsvík og bara velkomin til starfa. Viðfangsefni Rannsóknasetrarnir eru afar fjölbreytt eins og við vitum og síðasta ári voru starfsmennir
54 talsins í 36 stöðugildum sem svipaður fjöldi á ári áður. 20 voru í akademískum stöðum, þar af 5 nýdoktorar, fjöldi meistara og doktorsnema vinnur rannsóknarverkefni sín við setrin, nánar tiltekið 9 doktorsnemar á styrk þessa mundir og ánægilegt einnig að sjá að námskeiðum háskólans sem kennd eru við eða með aðkomu starfsfólks setrana hefur fjölgað og heldur áfram að fjölga. Háskóli Íslands leggur ríka áherslu á að þjóna landinu öllu og vera þannig í reynd háskóli allra landsmanna og þessi ásetningur kemur skýrt fram í stefnu Háskóla Íslands sem heitir núna, skammstöðu HÍ 26, undir yfirskriftinni Betri háskóli, betra samfélag. Og þar meðal annars lögð rík áhersla á að skapa umhverfi, krafti öflugs samstarfs, þar sem grunnrannsóknir og hagnýting þeirra leggur mikið af mörkum til nýsköpunar. Og víða sjáum við merki þess í samstarfi rannsóknarsetrana víða land. Og ég vil bara segja að mér finnst þetta frábær starfsemi, gamalmáni fjölbreytt og þegar við erum hérna að hitta marga í Reykjavík, tala starfsemi Háskóla Íslands, þá tökum við alltaf tíma til að tala setrin og ræða hvaða áhrif þau hafa á nærumhverfið en líka á Háskóla Íslands í heild og þau, myndi ég segja líka, skapa þetta að Háskóli Íslands ekki bara í Reykjavík sem skiptir okkur mjög miklu máli. Frábær starfsemi, frábært fólk og ég er mjög stoltur af ykkur. Rannsóknarsetur Háskóli Íslands á Norðurlandi vestra var sett á fót 2009 og tók Vilhelm Vilhelmsson sem okkar gestgjafi hér í dag, sagnfræðingur við starfi forstöðumanns 2018 og starfsemin hefur farið vaxandi og nú setrið bæði með starfsstöð hér á Skagaströnd og á Hvammstanga. Vinnum við verkefnið Gagnagrunnur sáttanefndabóka 1798 til 1936. Þeirri vinnu lauk með formlegri opnunarathöfn hér í þessum sal síðastliðið sumar og mér bárust fréttir frá Kanada hvað þetta hefur verið vel hefnaður viðburður og bara leiðilegt að ég skyldi ekki geta komið en ég fylgdist með og þetta var einstaklega vel gert. Og þetta verkefni unnið í samstarfi við Þjóðskjalasafn og Héraðsskjalasafn Skagfirðinga og með gagnagrunnum búið að gera fræðafólki og öðrum þeim sem kunna að hafa áhuga á efninu mögulegt að nýta sér þessar merkilegu heimildir til ýmissa rannsókna. En Vilhelm mun gera betur grein fyrir þessu verkefni núna bara strax á eftir. Sveitarfélagið Skagaströnd hefur ávallt stutt setrið og Adolf hérna með okkur og funguðu þá bara takk fyrir það frá upphafi og milli þess og sveitarfélagana í gildi sveitarfélagsins í gildi samstarfssamningur sem okkur afar mikilvægur. Og það afar ánægjulegt að í vetur hefur rannsóknarsetrið gert sambærilegan samstarfssamning við sveitarfélagið Húnaþing vestra og Húnabyggð. Og vil ég nota tækifæri að þakka sveitarstjórnunum og sveitarstjórum allra þessara sveitarfélaga fyrir þeirra stuðning og afar gott samstarf. Þetta náttúrulega bara eitt einkenni setrana hvað gott samstarf við einmitt sveitarstjórnir og svæði og nærumhverfi. Og fjármögnun gegnir veigamiklu hlutverki við eflingu rannsókna og nýsköpunar hjá rannsóknarsetrunum og velta stofnunar rannsóknarsetra HÍ nam tæpum 600 milljónum króna á árinu og voru sértekjur 60% tekna stofnunarinnar sem verður að teljast töluverður árangur og mikilvægt að treysta enn rekstur rannsóknarsetrana til að gera þeim betur kleift að ná að fjölga fastráðnu starfsfólki, efla innviði og þar með styrkja enn frekar starfsemi setrana. Og við vorum sérstaklega að horfa á þetta í fjármálum háskólaráðs sem ég formaður í, en við fórum yfir þetta sérstaklega til að tryggja reksturinn núna en við höldum áfram að vinna með stjórnvöldum og stjórnmálamönnum í því að efla stuðning við setrið. Og ég vil þakka starfsfólki rannsóknarsetra Háskóla Íslands og ráðgefandi nefnd stofnunina fyrir frábært starf á umliðnum árum, gestgjöfunum Vilhelmssyni, forstöðumanni og samstarfsfólki vil ég þakka hlýjar móttökur og ég vil þakka líka Birnu Gunnarsdóttur,
verkefnisstjóra við stofnun rannsóknasetra Háskóla Íslands fyrir undirbúning fundarins og aftur til hamingju með stórafmæli fyrir það. Svo vil ég þakka líka Sæunni sem hefur verið stoð og stytta og mér finnst líka bara svo gaman þegar við förum yfir að horfa á þróunina hérna hjá rannsóknasetrunum undanfarnum árum. Ég afar stoltur af því og ég kannski bara horfa á þetta er bara í gangi, hvað þetta hefur gengið vel og hvað þetta hefur vaxið. Góðir ársfundagestir, þegar lagt af stað með stofnun fyrsta rannsóknaseturs Háskóla Íslands fyrir rúmum 20 árum er ekki viss að fólk hafi séð fyrir sér að starfsemin yrði jafn öflug og raun ber vitni í dag. Þróun rannsóknasetranna sýnir hvað hægt er að gera með því að hafa metnaðarfull markmið til langs tíma. Öflugt fólk, rík tengsl og stuðning samfélags nær og fjær. Nú eru Háskóli Íslands og Háskólinn á Hólum, og gaman að sjá þig hér í dag, að vinna háskólasamstæðu sem hefur það að markmiði að bæta samkeppnishæfni háskólanna, ásamt því að auka gæði náms, rannsókna og stoðþjónustu og einnig auka tengsl við atvinnulíf og samfélag land allt. Háskólasamstæðunni er jafnframt ætlað að styrkja HÍ sem leiðandi háskóla í íslensku samfélagi og Háskólinn á Hólum sem sérhæfðan háskóla á landsbyggðinni. Áhersla er lögð á að samstæðan verði eftirsóknarverð fyrir fleiri háskóla og rannsóknarstofnanir og við myndun samstæðunar er gert ráð fyrir að höfuðstöðvar stofnunar rannsóknasetra háskóla samstæðunar og rannsóknasetra Háskóla Íslands verði fluttar til Hóla í því skyni að efla enn starfsemi háskóla samstæðunar allt land og við munum að ræða þetta aðeins betur hérna á eftir í pallborðinu og við berum miklar væntingar til þess að það muni verða til góða fyrir rannsóknarsetri. En ég ætla ekki að hafa mál með lengra góðu gestir, bara þakka fyrir gott ljóð og Vilhelm Björnsson. Takk fyrir. Já, komið í sæl og verið öll velkomin hingað á rannsóknasetur Háskóla Íslands á Norðurlandi vestra. Það er ánægjulegt að sjá svona marga komna hérna og ég vona að það fari ágætlega ykkur hérna hjá okkur. Ég ætla að vera svolítið á sjálfhverfu nótunum í dag og tala mínar eigin rannsóknir og hvað ég er búin að vera fást við undanfarin ár og gefa þannig vonandi ákveðið svona yfirlit yfir þau störf sem við höfum verið að vinna hér við rannsóknasetur Háskóla Íslands á Norðurlandi vestra á undanförnum árum frá því ég tók við starfi forstöðumanns árið 2018. Ég held við dembum okkur bara í þetta. Örstutt hérna rannsóknasetrið og það sem hófst starfsemi í nóvember 2009 og tók við að starfa apríl 2010. Og starfsvæðið er allt Norðurland vestra, sem er býsna stórt landsvæði og starfsstöðvar eru bæði hér á Skagaströnd og á Hvammstanga. Og rannsóknarsvið setursins er sagnfræði í víðum skilningi og það stýrist vitaskuld svolítið af rannsóknaráherslum forstöðumanns og annars starfsfólks hverju sinni. Og ég er sem sagt núverandi forstöðumaður og hóf störfi í febrúar 2018. En á undanförnum árum, það er að segja frá 2018 til 2024, hafa starfað samtals 8 starfsmenn við setrið. Sumir í fullu starfi til lengri tíma en aðrir ýmist í hlutastörfum eða í svona tímabundnum sumarstörfum og því líkt. Þannig að og hér er mynd sem var tekin hérna 2022 minnir mig af öllu starfsfólki sumarsins að mér frá undantöldum, ég tók myndina sem þetta. Þetta sumar þá vorum við með eina 6 starfsmenn og var mjög ánægjulegt og gefandi ár. Hér sjáum við þessa fallegu mynd af legunni hérna á Skagaströnd frá 1866
Og yfirlit yfir þau svona helstu verkefni síðustu ára og ég ætla svo hérna á eftir að fara aðeins nánar yfir hvert og eitt, en eins og þið sjáið að þá erum við svolítið með marga bolta á lofti, erum að fást við mörg verkefni á sama tíma sem að leiðir stundum til þess að verkefni dragast svolítið á langinn, en í sjálfu sér allt í lagi af því að sagnfræðirannsóknir úreldast ekki. En við byrjum á gagnagrunni sáttanefndabóka sem að öðrum rannsóknum og öðrum verkefnum setjum sem ólöstuðum, þá held ég sé einna stoltastur af þessu verkefni. Það hófst árið 2019 með styrk úr byggðaáætlun samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins og vatt svo upp á sig með fleiri og fleiri styrkjum sem að urðu heildina 6-7 styrkir upp á samtals 70 milljónir króna eitthvað svoleiðis og sem sagt samstarfsverkefni Rannsóknasetursins með Þjóðskjalasafni Íslands og Héraðsskjalasafni Skagfirðinga. Tilgangur verkefnisins var að taka þessar nánast óþekktu og nánast algjörlega ónotuðu sagnfræðilegu heimildir sem eru svokallaðar sáttanefndabækur frá þessu tímabili frá 1798 til 1936, það er að segja 137 ára tímabil. Þetta eru 250 bækur cirka, handskrifaðar í svona svolítið þessum stíl eins og þið sjáið hér. Og þessar bækur erum við búin að efnisskrá hvert einasta mál í öllum þessum bókum í veflegan gagnagrunn. Þar sem hægt að leita eftir nöfnum einstaklinga, eftir bæjarheitum, eftir málsatvikum, eftir svona stökum leitarorðum og flokka þessi mál sem að tekin voru fyrir hjá þessum svokölluðu sáttanefndum í ólíka flokka og þetta orðið leitarbært fyrir allan almenning í gegnum miðlunarsíðu Þjóðskjalasafns Íslands. Sem að því miður hefur lent í einhverjum tæknilegum örðugleikum þannig að það ekki alveg allar bækurnar komnar inn ennþá, en þetta allt í vinnslu og vonandi á allra næstu misserum verður vonandi hægt að leita þá yfir allt landið og nýta þetta á þann hátt sem að hugsunin var í upphafi. Það hafa samtals 6 starfsmenn verið til styttri eða lengri tíma starfandi við þetta verkefni og frá 2019 hefur alltaf verið minnst ein manneskja í fullu starfi sem verkefnisstjóri í þessu verkefni. Tímabili var ég með 2 fasta starfsmenn í verkefninu sem til lengri tíma og svo einhverja sumarstarfsmenn. Þannig að þetta hefur verið gefandi samstarf fyrir mig og ánægilegt að vera með samstarfsfólk af því að þessi störf á rannsóknarsetrinum þau eiga að pínu til að verða einmannaleg í þessum einmenningsstarfsstöðum og þetta 31.000 mál úr 250 bókum sem eru varðveittar á 15 skjalasöfnum, þannig að við þurftum líka að svona og þessi yfirsýn yfir þessar heimildir var ekki til áður en við byrjuðum á þessu. Vissi enginn hversu margar sáttanefndir hefðu verið starfandi í landinu og vissi enginn hversu margar bækur það væru til frá þessum nefndum, það vissi enginn hvar þær væru niðurkomnar eiginlega. Misvel skráðar á skjalasöfnum hingað og þangað landið. Þessu höfum við öll sankað að okkur ljósmyndað, já og myndirnar. Þessar bækurnar sjálfar eru líka aðgengilegar á netinu. Það að segja að þú getur ekki bara leitað að málum í gagnagrunninum, þú færðu líka mynd af skjalinu og getur þá lesið málið alveg frá upphafi til enda. Nú, samhliða þessu verkefni höfum við verið með rannsóknarverkefni sem heitir Sáttanefndir og störf þeirra á Íslandi á 19. öld og auðvitað nátengt gerð gagnagrunnsins. En ég ætlunin að rannsaka umfang og virkni starfa sáttanefnda hér á landi og samfélagslega áhrif þeirra. Kannast hvað þessar sáttanefndir voru sem að kom mér á óvart þegar ég fór svolítið að vinna í þessu að jafnvel mínir kollegar í sagnfræðinni jafnvel þekktu ekki til starfa þessar sáttanefnda eða þær hefðu yfir höfuð verið til. Svo
dulið hefur þetta verið í sagnaritunni fram að þessu. En ég vonast til þess að þetta verkefni breyti því. En markmiðið er að rannsaka umfang starfa þessara nefnda og hvaða áhrif þær höfðu í sínu nærsamfélagi. Hlutverk nefndanna var að leysa ágreiningsmál farsællega án þess að mál þyrfti að fara fyrir dóm, heldur að leita sátta og þá með aðstoð svokallaðra sáttanefnda sem skráðu svo málin í þessa bók og þegar það náðist sátta þá hafði hún ígildi dóms og þá mátti sem sagt ekki fara lengra með málið og það taldist út kljáð. Við höfum fengið styrki líka fyrir þetta rannsóknarverkefni og við höfum unnið að því samhliða að gera gagnagrunnsins og erum enn að vinna í því. Við erum akkurat þessa dagana ég og samstarfsfólk mitt sem nú reyndar ekki lengur að starfa hjá rannsóknarsetrinu því að verkefnið er formlega lokið en eru svona í kvöldin og helgar að garfa í þessu með mér að við erum að skrifa grein yfirlitsgrein yfir störf þessara sáttanefnda sem kemur vonandi út síðan á þessu ári eða á næsta ári. Þannig að þetta verkefni er búið að taka mjög stóran þátt í okkar störfum á undanförnum árum. Þetta er hitt svona svolítið stóra prósektið sem ég hef verið þáttakandi í. Mér bauðst svona svolítið óvart að taka þátt í styrkumsókn til kostverkefnisins sem ekki verkefni sem svona sjóður sem tengist Evrópusambandinu og ætlaður að efla rannsóknarsamstarf fræðimanna alls staðar alla Evrópu. Mér bauðst þess að vera aðili að þessari umsókn og við fengum styrk og verkefnið heitir WORK eða Worlds of Related Coercions in Work sem svona nátengt mínum aðal rannsóknar áherslum sem eru saga listabands á Íslandi sem ég skrifaði doktorsritgerð og hef svona haldið áfram að rannsaka og vinna með síðan þá. Og það vildi svo óheppilega til að örfáum vikum eftir við héldum stoppfundinn og þá kalla á heimsfaraldur. Fyrir vikið þá var megin tilgangur þessara kostverkefna að fjármagna vinnufundi og ráðstefnur líkt. Það var auðvitað frekar snúið í miðjum heimsfaraldri en okkur tókst nú samt sem áður að hittast nokkrum sinnum. Fylgdum bara öllum sóttvarnareglum. En í verkefninu voru 4 vinnuhópar og ég leiddi einn þeirra sem kallast Immobilization of the Workforce og kallaði vinnu og hreyfanleika í sögulegu samhengi og við vorum héldum fundi, ráðstefnur, þjálfunarbúðir og svo kallaði training schools þar sem að nemar og nýlega útskrifaðir hagfræðingar gátu hist og lært saman til dæmis á ýmis stafræn tæki sem að gagnast við vinnu sagnfræðinga. Og síðast ekki síst að þá unnum við saman að svona rannsóknar eða útgáfu verkefnum og það var komið út, eða að koma út 3 bækur, 2 eru komnar út nú þegar og svo 3. á leiðinni. Þessi efsta þetta, Moving Workers, Historical Perspectives on Labor, Coercion and Immobilities, kom út 2023 og ég einn af ritstjórum hennar og á líka kafla í bókinni. Svo var önnur bók, Coercion and Wage Labor, Exploring Work Relations through History and Art, sem að fór svolítið nýjar leiðir í því að þetta ekki bara fræðigreinar heldur listaverk sem að unnin eru svona upp úr fræðigreinunum og ætlað að skapa svona samtala milli fræða og lista og lukkaðist bara býsna vel. Og svo 3. bókin væntanleg, svona hugmyndin með henni að svona taka saman allt það sem við höfum rætt og komið í stað og í þessu stóra rannsóknarverkefni sem að sameinaði nokkur 100 fræðimenn alls staðar að Evrópu. Þar á ég líka eina grein. Ég hlakka til þegar hún kemur út.
Þessu til viðbótar hafa svo birst greinar í tímaritum, það var gerð einn stuttmynd, einn listasýning, þannig að þetta svona verkefni sem maður hefur anga og sprota víða og var virkilega gefandi og ánægjulegt að eiga í þessu samstarfi og skapaði held ég svona samstarfstengsl sem að munu lifa áfram á næstu árinu og áratugina. Ég ennþá í mjög reglulegu sambandi við þó marga af þessu samstarfsfólki og verkefnið á sér ákveðið framhaldslíf í það til batteri sem heitir European Labour History Network. Það einhver svona vinnuhópa og einn heitir Labour and Coercion og það svona svolítið framhald af þessu verkefni og þar ég í fjögurra manna stjórn. Og þetta hefur tekið drjúgan part af mínum tíma á undanförnum árum. Þetta verkefni hefur því miður setið svolítið á hakanum en að fara á stað aftur núna. Grænlandsdvöl Rannveigar H. Lyngdal. Rannveig Hansdóttir Lyngdal fædd hérna í Skagafirðinum en bjó stærstan hluta ævinnar í Húnavatnssýslum, var tíma kennari á Blönduósi og svo seinna bjó hún á Lækjarmóti í Víðidal. Þetta samstarfsverkefni Rannsóknarsetursins og byggðasafnshúnvetning og strandamanna og héraðsskjalasafns Vestur-Húnavatnssýslu sem varðveitir gögn hennar Rannveigar og þar á meðal dagbók sem hún hélt hún dvaldi í Grænlandi á árunum 1921 til 1923 sem að kenna tóvinnu og prjónaskap og því líkt. Hér hún að situr hún og að kenna grænlenskum stúlkum að spinna ull. Þetta verkefni hefur verið í gangi þegar ég var byrjaður á þessu verkefni áður en ég tók við starfi forstöðumanns og vann svona í fyrsta árið og meðan ég var eftir að ég tók við störfum forstöðumanns, fór meðal annars til Danmerkur og fann mjög mikið á skjölum á skjalasöfnum þar sem að tengjast þessum. En svo hefur þetta svolítið setið á hakanum á meðan ég hef unnið í öðrum verkefnum. En það er styrki frá uppbyggingarsjóði Norðurlands vestra og nýsköpunarsjóði námsmanna og safnasjóði. Og það má segja að þetta séu tvö rannsóknarefni. Það að segja að annars vegar erum við að skoða tengsl Íslands og Grænlands í gegnum sauðfjárræktartilraunir á Grænlandi á 20. öld. Þar var notað íslenskt sauðfé sem var keyrt hér á landi á 1915 eða 16 hluti Grænlands og svo urðu vaxandi samband milli Íslendinga og Grænlendinga þessa sauðfjárrækt. Meðal annars komu Grænlendingar til Íslands og dvöldu á íslenskum sveitabæjum til þess að læra handbrögðin við sauðfjárbúskap. Og það var líka starfræktur þessi skóli í Julianehóp sem að hét þá en heitir Kakvarskok í dag í Grænlandi. Og þar dvaldi Rannveig Lyngdal og hélt þessi dagbók sína sem er ótrúlega merkileg innsýn í svona viðhorf Íslandings á þessu umbrotatímabili tímabili í Íslandssögunni, rétt eftir að Ísland fær fullveldi og viðhorf Íslandings til þessara nágranna okkar í vestri Grænlendinga en líka til nýlendustefnu Dana og til hvernig Danir koma fram við sína svona nýlendu fólk. Og ég hef verið með sumarstarfsmann í þessu verkefni eitt sumar og verður væntanlega með annan sumarstarfsmann núna næsta sumar í þessu verkefni og svo á að koma út bók á næsta ári. Þar sé að þessi Grænlandsdagbók hennar verður gefin út á ítarlegum inngangskafla eftir okkur sem við höfum unnið í þessu. Það líka sýning á byggðasafninu á Reykjum í Hrútafirði sem byggir á þessu verkefni. Þannig að það og mér finnst þetta mjög spennandi og áhugavert verkefni. Eins og ég sagði, fór til Danmerkur að leita að heimildum af því að mér finnst mjög mikilvægt að við köfum svolítið á dýptina í þessu. Og ég hef líka sinnt í ýmsum öðrum verkefnum sem að hafa komið til af bara svona tilfallandi aðstæðum. Ég skrifaði eina grein selveiðar á Íslandi, sérstaklega hér við Húnaflóa.
frá því 1700 og fram á 20. öld. Og þetta afurð málþings sem ég hélt hérna á rannsóknarsetrinu vorið 2019, af því að þegar ég tók við starfinu 2018 þá var svona eitt af því fyrsta sem ég hugsaði með mér var hvernig get ég eflt samvinnu starfandi vísindamanna á Norðurlandi vestra, og þá var nærtækast að horfa til manneskjuna sem satt í skrifstofu við hliðina á mér á Hvammstanga, sem starfar á Hafró og yfir sela rannsóknum þeirra. Og við héldum málþing hérna, vel heppnað málþing seli og samfélag. Og og svona þegar ég hélt að ég myndi sleppa svona létt frá þessu, geta fundið einhverja bók og flett upp svona yfirliti selveiðar, og það gæti verið mitt erindi á þessari málþingi. En svo komst ég að því að það var eiginlega ekki til þetta viðfangsefni, þannig að ég þurfti að vinna rannsóknarvinnuna sjálfur og þá kviknaði áhuginn og ég kafaði sífellt dýpra og dýpra í þetta viðfangsefni sem endaði svo grein í skírni, sem að svona könnun á umfangi selveiða og nýtingu selveiði hlunninda hérna við Húnaflóa á þessu langa tímabili, og svona svolítið verið að spyrja hvert var raunverulegt virði eða gildi selveiða í gamla sveitarfélagi. Og hver var svona þróunin, hvernig breyttist það? Nú, annað verkefni var heimaslóðir Jóns Árnasonar, sem samstarfsverkefni rannsóknarsetursins og sveitarfélaganna Skagaströnd og Skagabyggð. Það var styrkur frá samtökum sveitarfélaga á Norðurlandi vestra, eða uppbyggingarsjóði, sem að ýtti þessu verkefni á stað, og það var sveitarfélagi sem hafði samband við mig mögulegt samstarf við þetta verkefni, sem að var ætlað að þróa einhvers konar, eða þróa hugmyndir menningartengda ferðaþjónustu út frá þjóðsögum Jóns Árnasonar og sögu hans sjálfs, því hann fæddur og uppalinn sín fyrstu ár hér á Hofi, hérna rétt fyrir Skagaströnd. Og við vorum með einn sumarstarfsmann sem vann við þróun á appi og eða söguskiltum. Þetta ekki orðið af veruleika ennþá, en vonandi gerist það í fyllingu tímans, sem að hverfist þá svona ferðamanna upplifun út frá þjóðsögum Jóns Árnasonar. Svo hef ég unnið að rannsóknum á Vesturheimsförum. Það hafa ekki verið neinn kerfisbundin verkefni, þetta meira svona, ég skrifaði mastersritgerð viðfangsefnið fyrir nokkuð mörgum árum síðan, og svona hobby hugðarefni, þetta áhugaverð saga og skemmtileg og fróðleg. Þannig að ég svona gríp í það öðru hvoru, og ég hef skrifað 2 greinar efnið á undanförnum árum. Svo eru ýmis verkefni framundan. Þetta var kannski ekki að segja of mikið hvað maður ætlar að gera framtíðinni, ekki lofa alveg upp í ermina á sér afurðir eða verkefni sem ekki eru ennþá fjármögnuð og svo framvegis. En þetta svona það sem að ég með í bígerð, að það rannsókn á glæpum og hversdagslífi í Húnavatnssýslum á fyrri hluta 19. aldar. Og það ég með bókarhugmynd, skulum við segja, sem að hverfist mann sem að nefndir Ísleifur Seki Jóhannesson, og ég ætlaði að og var annálaður glæpamaður, og mér langar svona að spinna rannsóknir á mjög mörgum viðfangsefnum út frá sögu hans, og skrifa það bók. Nú, ég líka með svona í pípunum, en algjörlega á hugmyndastigi ennþá rannsókn á líkamlegum refsingum á Íslandi frá 16. öld til 19. aldar. Það að segja líkamlegum refsingum öðrum heldur en dauðarefsingum, brennimerkingum, hýðingum og öðru þess aftar. Hversu algengar voru þessar refsingar, hvaða afleiðingar hafði það fyrir fólk sem var refsað með þessum hætti, hverjir framkvæmdu refsingarnar og hver var staða þeirra í þjóðfélaginu og svo framvegis. Þetta eitthvað sem hefur furðulega lítið verið rannsakað hér á landi, þó nokkuð af erlendum rannsóknum, og sem við ætlum svona svolítið að
nýta okkur sem svona fyrirmynd. Nú og svo hugmyndin að rannsaka líka hreyfanleika sem afl í Íslandssögunni. Það fyrst og fremst hreyfanleika vinnandi fólk sem kannski líka hreyfanleika fólks yfir höfuð. Af því það Ísland hefur svona svolítið þessa staðalmynd að hér hafi verið sko ekki bara staðnað samfélag heldur hafi það verið sko svo fast og niðurnjörvað að fólk hafi verið fast á sínum sveitabæ alla sína ævi. En hreyfanleiki var umtalsverður og það annað sem hefur of lítið verið rannsakað á mínu mati og svona líka framtíðarprósjekt hjá mér. Ég ætla ekki að hafa þetta lengra að sinni, búin að gefa ykkur vonandi ágætis innsýn í hvað við höfum verið að gera hjá rannsóknarsetrinu. Ég hlakka bara til að heyra frá ykkur á eftir. Takk fyrir. Þakka þér fyrir og fyrir mjög fróðlegt og það mikið að gerast hér. Þetta aðalega refsingar og berja fólk og svoleiðis, en það þarf að rannsaka það líka og það mjög mikilvæg þáttur í þessari starfsemi í þessu gamla samfélagi sem hefur kannski ekki mikið mort á. Ég áhugavert þetta með stöðu þeirra sem framkvæmdu þessar refsingar, af því að í Danmörku það voru svona til hópur manna sem menn rugluðu saman við síkuna, en þeir voru gjarnan böðlar og svona. Það setti sig til hliðar og mynduðu síðan hóp í samfélagi. Þannig að ég er spenntur. Mín tilfinning að flakkarar hafi svolítið verið látnir gera þetta. Þetta er mjög áhugavert. En nú ætlum við að skipta þessu og við ætlum að heyra umsvif Hollendinga og starfsemi þeirra á Íslandi á 17. og 18. öld og það Ragnar Edvardsson, fornleifafræðingur og fræðimaður við rannsóknasetur HÍ á Vestfjörðum, en hann og Guðbjörg Ásta hafa unnið að gríðarlega spennandi rannsóknum á það sem að vinna saman mjög þverfaglega, sem sagt líffræði og fornleifafræði og það mjög áhugaverðar rannsóknir á sem einmitt og svona þorski og samfélagi í gegnum tíðin sem auðvitað mjög mikilvægt fyrir Ísland. Já, eins og þá ég fornleifafræðingur. Ég stundi aðalega rannsóknir sjávarfornleifafræði. Mínar rannsóknir aðalega á nýtingu sjávarauðlinda, aðalega hvalveiðar og fiskveiðar. Það að kalla einu rannsókn sem hefur verið svolítið lengi í gangi. Það sem sagt upphaflega var hún ekki Hollendingum og þá var það ákvæmt. Og nú það komið á þann stað og nú það snýst Hollendingarna, það eingöngu. Og hvað þeir voru að gera á Íslandi á 17. og 18. öld. En við og ég með gleður það er ekki svona. Það gerist það ekki. Já, það það. Ok, þá langar við svona aðeins að við ekki bara á eina hafa í huga þessa rannsókn sem nýlega hefur gefið út í Science Advances og það talað sem rannsókn á lífs- eða sögu þorskins og landnámi fram á nútíma og ein af mörgum niðurstöðum þessar rannsóknar að frá 1400 að þá hafi verið tekið alltaf 100 til 200 tonn af þorski árlega af Íslandsmiðum. Og þetta kannski, en áður henni áður þetta miklu minna, 25.000 tonn. Þannig að allt í stóra spurningin, hverju voru að taka allan þennan fisk. Og það kemur ekkert þannig séð fram í íslenskum heimildum, hverju það voru. Og þannig að það byrjum að hafa þetta í huga og með í gegnum, þannig að þetta hundi. Og áður henni, þá ætlum bara að byrja á byrjunni, að upphafa rannsóknar var á Ströndum, það sem voru upphaflega grafin upp sakir hafið bara fyrst. Reiknaði upphaflega með þetta væri bara verktuð, en svo áttinu byrtist hvalveiðstöð. Og það kom ljós núna frá 17. öld og gríðarlega stór. Það var grafið beitingshús, íbúðarhús, smiðja, bræðsla, geymsluhús og en að vísu stækkaði þessu rannsóknir og heiðna grafa líka litla tanka. En þetta var eiginlega bara krafa grannskólabræðslu frá þessum tímum. En það sem var merkilegt í þessu stöð að hún stærðina, hún var
svipuðu stærð og aðrar hvalveiðistöðvar sem hafa verið grafnar upp á Svalbarða og þá var bara spurningin umsvifið og umsvif hvalveiðanna og annað. Í kjölfarið var haldið áfram að skoða strandir og var eftir svona nokkrar myndir, það hokkurhúð, elda. Þetta beykishúsið með Húsfellsskólanum, svona endurgerðar myndir af hvalveiðistöðum. En í kjölfarið þá voru gerðar frekari rannsóknir í Kóngseyjarstrákey sem var norðar þessi stöð og þar kom líka í ljós önnur hvalveiðistöð og hún var ekki minni stærð. En svo líka annað sem kom í ljós þessar rannsóknir og það var líka verstöð í þessari eyju sem var mun eldri. Það hefði verið farið eyði í kringum 15. En við vorum alltaf konum við 2 hvalveiðistöðvar, enginn vissi hvað kom, þetta ekki og hvað þetta var, þannig að við vorum fyrst held að þetta væri Baskar, en það var eitthvað, allt sem við grófum upp virtist vera ekki að baskneskum uppruna, þannig að við myndir bara frá uppruna sem virkuði skemmt. En alltaf fyrsta skrifið var að kíkja í íslenska ritheimildir. En þá bara eru engar tilvísanir í íslensku ritheimildir hvalveiðistöðvar í landi. Það er bara ekki til, eða minnst ef við veitum líka þá verið gaman en ég hef ekki fundið neitt. Stráktangi það sem önnur hvalveiðistöðin kemur fram í Ólafíus á 18. öld. Þá segir Ólafur þetta sé írskur verslunarstaður. Það er merkilegt við þetta er 100 árum eftir að stríðinu lögðu af, sem þetta fljótt að gleymast. En það er mikið minnst af hvalveiðimenn á 17. og 18. öld komaði fram í íslenskum annálum og þingbókum, þar aðeins þingslum og skipsskað og bóðrek og annað. Það var bara alltaf stóðspurning hvaðan kom þessi hvalveiðimenn sem ég eldist í mörg ár. Síðan var svo þetta staðverkefni sem var að greina alla gripi frá þessu hvalveiðistöðum og það var notuð sem svokölluð archaeometric analysis og bæði líka sjónræðaskoðun við að taka allt keramík eða alla leirmuni, pípur og múrstein og annað. Og niðurstöður af því voru mjög skýrar að allt var framleitt í Hollandi. Allur efnismenning á báðum stöðunum kemur frá Hollandi. Og það að benda það sterklega til þess að þetta hafi verið hollenskt fyrirtæki sem rak þessar hvalveiðistöðvar á strönd. Og svo ágætt að benda á það að út frá fornleifafræðilegum gögnum þá benti allt til þess að þetta var ekki bara 1-2 ár, þetta voru þetta næstum 10, jafnvel 15 ár sem var við að bara hval á ströndum. Síðan fórum við bara áfram og fórum að skoða hvalveiðskar heimildir og þá aðalega gegnum doktorsritgerð frá 1933 sem kona skrifaði Hollendinga og Íslendinga, þannig að ekki byrja fram hollensku, en hún fjallar fiskveiðar, hvalveiðar, verslun, fálkaveiðar Hollendinga á Íslandi alveg frá 17. og 18. öld. Og þar kemur ýmislegt fram að Hollendingar eru þegar komnir til Íslands á 16. öld í fálkaveiðar og síðan eykst þetta bara fram líður og við fundum í heimildina að 1631 kom það Vesturlandafélagið Ísland Company leyfi til að hefja hvalveiðar á Íslandi. Þeir höfðu enga reynslu, þannig að þeir leituðu til Hollands og þaðan fengu bæði áhöfnskip og annað og það verið að segja eiginlega sagt beinum orðum hvaða skip kom til Strandartanga voru 1630 og þar var skipið til Jarl. Og við getum sagt að þetta var þó að Íslandskompani hafi verið bakvið við hvalveiðarnar, þá voru þetta hollenskir hvalveiðarnir sem stundaði hvalveiðar við Ísland. En hvalveiðar endist ekkert sérstaklega lengi á 17. öld. Fyrir lok 17. aldar þá farið að bregðast bygging á skipum og það leggist þessi hvalveiðastöðvar af. En höldum á hann. Og ef við reynum við sem fyrir algjörlega samhengi,
þá sem er 16. og 17. öldin það verður mikil breyting í Evrópu. Þetta er sem sagt til spænsk-enska stríð og sjálfstæðisstríð Hollendinga og sem sagt veiktu spænska ríkið, svo gróft, og í kjölfarið þá sem sagt breytist aldrei í Evrópu og það markar upp á hollenska gullaldar. Og Holland kemur þar inn í á 17. öld sem eitt stærsta stórveldi, eða með stærri verslunarveldum á sem sagt í Evrópu. Og en hvað með Dani og sem sagt og Danir, eða sem við getum sagt að Skandinavar, við kallum það, litið á Norður-Atlantshafi sem sitt eigið lokað haf sem þeir eru einir yfir og sem sagt og þeir reyndu að halda því sem sagt svona lokunum sem sagt og þetta var Færeyjar, Ísland og Grænland var óaðskiljanlegur hluti af ríkinu en það verður frá 15. verður stöðu aukningar fiskinn frá Evrópu, síðan fyrst frá Englandi, Frakklandi og Hollandi og það er náttúrulega þekkt í heimildum þessir fiskinn ofta ólífið viðskipti í Íslandi. En það er á bak við einokun Danakonung, sennilega það náttúrulega bara til að loka af svæðið fyrir þessari ásókn svo hann getur nýtt sér það sjálfur og sem sagt þetta tilraun Danakonungs til að stýra auðlindanýtingu, myndi ég segja, svona gróft séð. Og en staðan er líka svona, Danir hefðu ekki nein skip, enga sjómenn, enga reynslu í verslun á Norður-Atlantshafinu og eftir að Danir ráku burtu Þjóðverja þá höfðu þau bara ekki skip til þess að vita verslun á sama hátt áður áður. Þannig að þeir þurftu náttúrulega að leita til en samskipti Dana og Hollendinga að sem á 17. öld eru Hollendingar orðnir mjög stórir og þetta er náttúrulega uppáður þegar sem eftir að hollenska gullandinn og Hollendingar hafði bæði reynslu, þeir höfðu skipakost, þeir voru komið fyrir með alls konar verslunartengingu út allan heim og í uppáður 17. aldar tekst þeim að ná samningur við Dani og sem voru náttúrulega litu á Hollendingar sem svona fyrirmynd og svo í kjölfarið þá þessi samskipti verður til samningur með Dana og Hollendinga þar sem hollenski kaupmenn taka yfir verslun við Íslandi, ekki alveg, en það er allt í gegnum það er svokallað Íslandsbanki sem er stofnað utan Íslandsverslun. Nú sé nógu skýr með þetta sem við koma mörgu saman í einu. En ef við segjum frá 17. öld þá er verslun miklu leyti í höndum hollenska verslunarmanna sem eru með leiguhundanakonungi og þeir eru undirverkefni hjá Íslandsbankanum. Íslandsbankanum er officially stundar verslun, en það eru hollenskir verslunarskip sem sigla til landsins. Það eru bæði ólögleg og lögleg viðskipti. Það er líka fiskimenn hollenskir á kringum Ísland og þeir stundar ólöglega verslun við Íslendinga og líka official verslun þessum Hollendingar eru með leiguhundanakonungi verslun. Svo má líka mikilvægt á 1670 að setja stóri flótar hollenska fiskiskipa með í kringum Ísland. Þetta eru stóri flótar og með svo til að kannski undirstrika hversu mikilvægt þessi fiskar voru að þegar að hollenski þessi fiskar voru sýndir tilbaka eftir og þá kom herskipaflóti á móti þessum fylgjandi hafnum. Og af hverju? Því á þessum tíma þá var á Norður-Atlantshafinu svolítið mikið sjóra. Það var alveg sjóræningar frá Dönkar sem höfðu verið til Norður-Atlantshafi. En þetta er ekki svona sjóræningar sem er heldur til gull, þetta er heldur til foss. Sem er svolítið áhugaverð. Það er kannski ekki skemmtileg bíómynd. Þetta er mjög áhugaverð. Og það eru líka írskir sjóræningar frá suðurhluta Írlands sem herja á miðin í kringum Ísland. Svo ég gleymdi að minnast á hann í verkefnum sem við kallum Allen Villen, þar sem var skoðað efnismenning á kolvetnisstöðum, þá tókum við líka grófu upp nokkrar bæjarstæði og tókum gripið þaðan frá 17. öld til þess að athuga hvort það væri eitthvað hollenskur þar á milli og á öllum stöðunum þá komum hollenskir gripir sem eru upprunnin sitt í
frá Hollandi. Þannig að það bendir náttúrulega líka til verslunar. Síðan, síðust ár, við að skrá úr ritheimildum skipsskaða, 800 bara fram á nútíma. Og þetta búið að taka rosa langa tíma. Ég kom með 1132 skip, en heimildir benda til þess að alltaf 3000 skip var farist til kringum Ísland. Og það sérstaklega merkilegt að ákveðin tímabili sögunni, þar sem við vitum að var mikil siglingar, að það kemur ekki fram Ísland með skipsskaðar. En það hægt samt að sjá að það hafi farist mikið skipum, en ekki eins og það ekki svo nákvæmlega skráð eins og eftir 6 árum. Og ég taka fram að ég tók bara skip sem voru 40 tonna stærri. Ef ég hefði þetta setja öll íslensku fiskiskipin, þá verður svört í kringum. En þetta undirstrikar líka mikilvægi Hollendinga á 17. ár. Þetta sýnir skipsskaða á tímabilinu 1500 til 1900 og þar sjávarlega kemur Hollendinga nefnst sem guðlínu og þeir píka alveg á kringum rétt við rátum. Þeirra presum sér alveg en verður stórt stökk í kringum það og þetta sýnir líka ensku skipin sem fækkar frá þess að þegar við erum á einokun og það er aftur skrif. Þeir með frakkana sem koma þess að taka stórt stökk. Þannig að þetta ýtir undir þessa sem gömlum við að benda til að Hollendingarnir hafa verið svolítið mikilvægir í kringum Ísland á þessum tíma. Nú, en þá það spurningin, hvað með en almenna Íslendingar? Þessi hvalveiðin menn, kaupmenn og ólöglegu fiskimenn, ólöglega kaupmenn og svo framvegis. Þessi einstaklingar náttúrulega hverfa okkur í stóru sölu og við veitum náttúrulega að stóra sagan, hann hefur náttúrulega litlu einstaklingar en þessar auknu siglingar í kringu landi, það gáði okkur Íslendingar tækifæri almenn Íslendingar sem tækifæri að komast af landinu. Og þetta er eitthvað sem kannski ekki verið mikið skoðað í íslensku rannsóknum. En ég hugsa þetta sem þess verður að skoða mjög betur. En það nýlega rannsókn dansk rannsókn sem sýnir að í Hollandi hafi myndast í Amsterdam, það myndast skandinavísk nýlund á 17. Og að þar voru bæði Norðmenn, Svíar, Danir og svo virðist vera líka að hafa Íslendingar þar að finna á meðal. Og ég fór að skoða þetta og kíkti á skrár frá Austur-Indíu vegna hollenska frá 17. og 18. og þá þetta vindingu íslensk mjög. Ég þegar búin að finna 28 íslensku sjómenn sem dóu í Austur-Indíu og eru skráðir þess sem hafði dáið. Og þetta eru hinir úr þessir og þeir sem sjáum hér, þeir voru sjómenn og hermenn og og sem voru með alls konar starfsheiti. Þannig að 28 stykki af Íslendingum á 18. öld sem dói í Austur-Indíu, kom alltaf heilum sem dói. Þannig að þú veist, og svo eru til heimildir líka, heimildir íslenska, það er einistens heimild sem segir frá, það er annálunum, það segir frá hollensku kaupskipi sem kemur á búðir og skipstjórnar Íslendingar. Þannig að það er greinlega miklu með sem treyfingu til frá landinu. Já. Það heitir það vitlega svona. Já. Þá bara svona til að taka fyrir saman að þá þessi 17. aldar hvalveiðistöðvar eru byggðar og reknar á hollensku hvalveiðum en þetta er allt með leyfi dansku stjórnvalda. Og það eru tilritaðar heimildir í Hollandi þar sem Danakonungur hefur kvarta yfir áður en þeir semja yfir því að hollenskir hvalveiðimenn sé að bræða spik í landi í steingrísum. Þannig að sú heimild er til, þannig að það er alveg augljóst að þetta orðum ferðið. En eins og ég sagði áðan og þá var það stríðin, spænska stríðin og fyrst í Hollendinga, það breytir valda jafnir Evrópu og sem Hollendingar verða stórir í kjölfari. Og svo náttúrulega einokurlegin, þau eru náttúrulega ekki til þess að fyrsta Íslendinga, það er til þess að stjórna auðlindarlýsingu
En 17. öldin augljóslega var það ekkert hægt. Eða það var hægt upp á einhverju marki, en það gekk ekki svo vel því að Danir höfðu bara ekki burði til þess að fylgja því eftir. Hvorki skip né annað til þess að fylgja eftir. Þannig en hollenskir kaupmenn stíga þar inn í þetta vakuum sem myndast þarna á 17. öldinni. En svo og öll þessi skip sem eru greinlega í kringum landið á þessu tíma, þau gefa alltaf inn íslenskum almenning tæknilega og góð. Þess fyrir við ekki þess þeir geta fara með þessum fyrstu mönnum og kaupmennum, fengið vinnu borð siglt út og komist í álnir fyrir veit. Þannig að þú veist, þetta eitthvað sem en niðurstaðan náttúrulega svo að umsvif hollendinga á 17. og 18. öld á Íslandi og kringum Íslandi miklu meiri kannski heldur heimildir, íslenskar heimildir og það mikilvægt að fara í erlendar heimildir og reyna að fá meiri betri mynd af þessu. Og þetta sama á aðrar þjóðir, Frakka og Englendinga og fleiri sem ekki skoða mjög betur og hugmyndum hvað áhrif hafði á okkur á Íslandi. Ég ætla að láta þetta nægja. Ragnar, þú var að læra ennþá eina nýju öldina, ensku öldin og nú komin hollensku öldin. Ég var ekki heyrt þetta. Og það greinilega, og þetta sprettur sem þetta upp út á fornleifafræði rannsókn sem að farið að þetta farið að setja púsluspilið saman. Frá tímabilið þessum áttbygginu og byggja í náttúrulega samskiptum af hverju fyrir það hafa þessi vandamál, var þessu lengi fyrir. Merkilegt að ekki vera einmitt fleiri þetta í íslenskum. Já, það margt sem að kemur í ljós. Núna ætlum við að fara på næri tíma og Soffía Auður Birgisdóttir, bókmenntafræðingur og vísindamaður við Rannsóknarsetur HÍ á Hornafirði, ætlar að tala erindi heiti skýringa leitað í tilefni aldarafmælis bréf til Láru. Lárun aldargömul. Já, komið sæl. Og fyrir þau sem að þekkja mig ekki, þá vinn ég á Rannsóknarsetinu á Hornafirði og hef gert það í bráðum 19 ár. Og eitt af mínum helstu rannsóknarverkefnum þar hafa snúist verk Þórbergs Þórðarsonar sem náttúrulega okkar höfundur hérna í Hornafirði. Ég skrifaði doktorsritgerð hans skrif og fyrir 10 árum gaf ég út bók hans skrif og síðan hef ég svona haldið mig við í Þórbergs rannsóknum með greinaskrifum og öðru. Og þegar að bréf til Láru var 100 ára á síðasta ári, 17. desember á síðasta ári voru 100 ár síðan að þessi byltingarkennda bók kom út, að þá viðraði ég þá hugmyndi málamenningu eða forlagið að gefa út afmælisútgáfu með inngangi og skýringum. Og hér hún komin því miður þá fannst mér hefði alveg mátt hafa hana veglegri. Ekki bara gefa hann út í kilju en þeir sögðu á móti að það vill enginn kaupa stórum þungar bækur. Það var þessu formi. Það var verið rétt. Nú, þegar ég var sem mest á kafi í rannsóknum á verkum Þórbergs Þórðarsonar, þá kom oft upp í huga minn að bréf til Láru, þetta byltingaverk íslenska bókmennta, þyrfti að gefa út með skýringu. Þótt vissulega sé hægt að njóta bókarinnar, skemmta sér yfir húmornum og dásta stílsnilldinni enn þann dag í dag, hafa mér ljóst að fyrir mörgum lesendum, ekki síst yngri kynslóðum, væri baksviðið ókunnulegt og erfitt að henda reiður á fólki og þeim atburðum sem vísaði til. Þar er hægt að tala hraðfara glötun þekkingar. Þá kannski ekki síst við þegar kemur að því sem snýr að stjórnmálum og öðrum deiluefnum sem uppi voru á þeim tíma sem bréf til Láru skrifað. Þótt að ég sé sjálf ekki nema 35 árum yngri en bréf til Láru,
og ágætlega skóluð í bókmenntum og bókmenntasögu, að það var margt sem ég þurfti að leita skýringa við til að skilja til fulls. Þá má kannski taka fram að ég sjálf haldin fyrir áráttu að vilja að fá að vita meira en alltaf gefið upp í bókum. Og það á bæði við skáldskap, ævisögur og annars konar bækur. Ég því oft að ugla, eins og Þórunn Valdimarsdóttir kallar athöfnina gúgla. Þannig ég oft að ugla svona á kantinum þegar ég að lesa bækur. Ég gæti reynt að trúa að Þórbergur Þórðarson hefði skilið þessa áráttu manna best, eða var það ekki hann sem fann upp hugtakið skalli fyrir það fyrirbæri þegar eitthvað vantar í texta, vantar upp á eitthvað til að lesandinn skilja á fullu. Við getum rifjað upp að skalla skilgreini Þórbergur með þrálátu stefi að sé að ræða skort á nákvæmni og að höfundar virðist hafa gleymt þeim megin tilgangi bóka að þær eru skrifaðar handa þeim. Þær eru ekki skrifaðar handa þeim sem vita, heldur hinum sem ekki vita. Þetta skrifar hann í frægu grein einum kennt öðrum bent sem að birtist fyrst 1944. Nú, þetta óþol Þórbergs fyrir sköllum í texta ætti sjálfu sér að nægja sem röksemd fyrir þeirri nauðsyn að skrifa skýringar við bréf til Láru og þegar yfir lauk voru skýringargreinar mínar við bókina orðnar 220 talsins. En hvernig leitar fræðimaður skýringa á bókmenntatexta? Það gerði ég aðallega með því að fletta upp í bókum og tímaritum eða leita til mér fróðra fólks. Guðmundur Hálfdanarson getur vitnað að ég leita til hans. Nú starf þess sem rannsaka bókmenntir getur því að breytandi líkst starfi rannsóknarlögreglu. Spor og vísbendingar liggja víða en leiðirlega getur verið ansi krókóttar stundum en þetta skemmtilegt starf og mjög gefandi þegar einhver leyndardómur líkst upp. Það þarf varla að taka fram að það miklu auðveldara nú á dögum að rekja pappírslóðina en áður alnetið og tölvupóstur kom til sögunar. Það þekki ég eigi raun því fyrir hluti míns háskólanáms var fyrir þann tíma. Glósur voru skrifaðar upp, handvirkt, raðaðar í spjaldskrá og lokarittir pikkaðar og ritur. Nú Guði sé lof fyrir þann göldrótta vef tímarit.is þar sem á augabragði má kalla fram svo til öll blöð og tímarit fortíðar, leita heimilda og lesa. Þann gagnabanka og marga fleiri innlenda og erlenda gæti ég nýtt mér óspart en þeir geyma þó ekki öll svörin. Ábúendur að hala í Suðursveit geta staðfest að ég sendi þeim fyrirspurnir fólk og fyrirbæri. Má ekki gleyma þessu hérna. Þetta er bara mynd af Þórbergi sem hann sendi henni Láru þegar hann var að skrifa bréfið. Og þarna myndar þeim báðum á forsíðunni. En já, ég skrifaði til ábúenda á Hala í Suðursveit. Hvað og hvar rauðhálsupytturinn? Þetta var ein spurning sem ég sendi, en í einni af þekktari frásögnum úr bréfi til Láru lýsir Þórbergur því þegar hann var langt innan við fermingu og svo sannfæring datt yfir hann eins og þruma úr heiðskíru lofti að hann væri óléttur. Nú ástandið vekur honum mikla angist eins og gefur að skilja og meðal annars veltir hann því fyrir sér hvernig hann geti losað sig við barnið eftir fæðinguna. Og dettur helst í hug að þar geti rauðhálsupytturinn komið að gagni. Og ég hérna með smá tilhugsun í skemmtilegan texta. Rauðhálsupytturinn var austan við Gerðisminni, en það örnefni austan við bæinn Gerði, þar sem Gerðislækurinn rennur út í lónið. Pytturinn var lítill, en þetta skýringagreinin, fyrirgefið. Ég ætlaði sem sagt að lesa fyrst upp úr Þórbergi, þegar hann segir: Nú liðu nokkrar vikur, mér þyngdi með hverjum degi, mér var orðið ómótt og erfitt fótavist.
þá vaknaði hjá mér ómótstæðileg löngun til að losna við þungan svo lítið bæri á. Mér datt undir eins í hug Rauðhálsupytturinn. Hann var lykt og hyldjúpur og vatnið leirborið svo ekki sást til botns. Þetta snjallræði læddist gegnum hugskot mitt eins og sólskin gegnum svarta þótt. Og svarið fékk ég sem sagt þarna. Pytturinn var lítill sig og mjög djúpur og jafnvel botnlaust trúðu menn. Vatnið í honum var eins og rauðaleirskenndu og var börnum sagt að fara varlega í kringum hann. Hann var neðst í teigunum þar sem heyja var áður fyrr en síðan ræktaði upp og Steinþór Torfason, ættingi Þorbjörns og ábúðandi Halla, heldur að hafi verið mokað ofan í hann 1960. Sagan segir að úr Rauðhálsupyttinum hafi mátt heyra útburðavæg og Þórbergur sér möguleika á að bera barnið út og láta í pyttin, svo fyrir það gert. Þetta finnst mér sjálfri dæmi skemmtilega skýringagrein þótt hún sé að sjálfsögðu ekki nauðsynleg til að skilja hvað Þórbergur að fara. Skýringagreinunum mætti gróflega skipta í nokkra flokka. Í fyrsta lagi segir deili á þó til öllu fólki sem Þórbergur nefnir í bókinni, íslensku sem erlendu. Þetta í flestum tilvikum stuttar staðreyndar skýringar með fæðingar og dánarári fólksins og kannski öðrum upplýsingum sem tengjast efninu. Og hérna ykkur dæmi það. Hér átti Jón Magnússon, sem var þingmaður fyrir Heimastjórnarflokkinn og forsætisráðherra í fyrstu ríkisstjórninni sem mynduð 1917. Þetta bara svona dæmi stutta skýringu á mannesku. Svo koma svona aðrar lengri kannski. Karolína Fabína Söberg og Friðrik Söberg. Eins og greint hér frá kom Þórbergur við hjá þeim á gönguferðinni miklu frá Norðurfirði til Reykjavíkur sem stóð frá 29. september og setti frá íslensku mæli. Lýsingin á heimsókn Þórbergs til Karolínu Fabínu hafði það eftirmál að maðurinn nafni Valdimar Sigurðsson skrifaði grein eftir útkomu bréfs til Láru með fyrirsögninni Flakkarinn borgari greiðan, þar sem hann hneykslast af lýsingu Þórbergs og finnst hann óhróður. Valdimar kallar bókina, það að segja Bröð til Láru, sorprið og telur hana fulla af lygi af ýmsum tegundum. Tiltekur þær. Og svo vísa ég þá í heimildi fyrir þá sem vilja kynna sér þetta nánar. Og þarna líka dæmi svona millivísanir í verk Þórbergs. Nú, í öðru lagi skýri ég ýmis orð og heiti sem ef til vill láta nútíma lesendum ókunnulega í eyrum, sérstaklega af yngri kynslóðum. Dæmi þetta eru orð á borð við hundsbelgjarglás og kattarlágu jafning. Hverjir kannast við þessi orð? Enginn. Ég hef nú oft heyrt talað sjálf kattarlágu jafning. En ég líka elsti starfsmaður háskólasettur. Brauðréttir voru algengur næturmatur og oftast búnir til úr rúgbrauði, smjörlíki, búðsykri og vatni. Gáfu skútukallarnir þeim ýmis skringileg heiti, svo sem glás, hundsbelgur og hundsbelgjarglás. Væri fiski blanda saman við og tala kattarlágu jafning, en ekki var hann jafn algengur. Ég held ég að við fengið staðfestingu á þessu skýringu hjá henni Nönnu Rögnvaldardóttur. En bóndadóttir með blæjum, hver hefur heyrt það? Enginn. Ég trúi ykkur ekki. Það er skýringum. Bóndadóttir með blæ var vinsæll eftirréttur búið til úr rúgbrauðsneyslu, sykri og eplamöggi borið fram með rjóma. Þetta finnið í gömlum íslenskum matskóm. En þann dag í dag. Nú, í þriðja lagi bendi ég á bókmenntalega vísanir sem að finna má í textanum, sem margar hverjar eru nútíma lesendum eflaust glataðar. Og stundum reyndar meira en vísanir að ræða, því Þórbergur stælir, umskrifar og þýðir heilu málsgreinarnar upp úr verkum annarra og fléttar saman við sinn texta. Þetta hann
það koma kannski dæmi á eftir. Þetta hann ekkert að gera opinbert í bókinni. Í fjórða lagi gef ég skýringar á ýmsu bókmenntalegu og sögulegu samhengi í texta Þórbergs því víða eru skallar á ferðinni í frásögnum hans. Þar má taka dæmi úr þeim skemmtilega 12. kafla þar sem Þórbergur lýsir skáldlegum innblæstri, bágum kjörum rithöfunda og skilningslausum viðtökum gagnrýnenda og lesanda við kvæðum sínum. Í lok kaflans birtir hann 2 kvæði sem að streymdu niður í vitundans full orð þegar hann vaknaði eftir sótthita og svefntruflanir. Og hann vissi ekki fyrir vitundans hafði víkkað og upplýst í einu andartaki og kvæðin komu til hans. Síðara kvæði sem hann birtir þarna og flestir þekkja og hafa margir vafalaust sungið kvæðið Seltjarnarnesið sem lítið og lágt. Þarna eru þessi 4 erindi og í 3. erindi stendur: Hofarnir rampa þær einn og einn, óskup leiðist mér þá að sjá. Prestkona fæddist í holtinu hér, hún giftist manni sem hlær að mér. Nú, það hafa margir verið forvitnir hvað prestshjón þetta eru sem að minnst á þarna. Og það hefur reynda verið deilt og það svolítið skemmtilegt að það eru afkomendur 2 ólíkra presthjóna sem að hafa eignað sér þessa vísu, má segja, deilt hverju að ræða. Önnur presthjónin voru, annar presturinn þjónaði fyrir austan, en eftir samtal við fólk og grúsk á netinu held ég þó að skýringin sem ég kem með sé rétt og hef hana eftir heimildum. Prestkonan sem hér að vísa til frú Guðrún Pétursdóttir sem fædd var uppalinn á bókskála á Seltjarnarnesi, maður hennar var Sigurður Sigurgeirsson, síðar biskup, barnabarn þeirra Pétur Pétursson, guðfræðiprófessor við Háskóla Íslands, og hann segir frá tilurð þess að þau hjón rödduðu inn í kvæði í blaðaviðtali sem ég vísi. Og Pétur vissi þetta ekki, hann var búinn að syngja þetta lag, segir hann oft áður en hann áttaði sig á því að þetta voru amma hans og afi sem var að tala um. Nú, annað skemmtilegt dæmi má taka í frásögn í 8. kafla, þar sem að finna hina þekktustu og alræmdustu frásögn Þórbergs, ekki hér einn, jú. Úr Ísafjarðardjúpi gekk ég suður á Breiðafirði. Þar uppspretta allra rómantíkur. Ég gisti í skógum í Þorskafirði. Það óskáldlegur staður, aðþröngt og útsýni lítið. Þaðan fór ég að aðlinnum dagmagum. Þá var ákaldur norðangarður og þoku bræla. Ég gekk yfir hálsinn austamegin fjarðarins. Þar var logn og heiður himinn, sól skein í suðri. Sumarfuglarnir sungu suðræn ástarljóð í runnum og móum, framundan blasir við fagurt héraðskrýtt skógarkjarri og grösugum eldfjöllum. Fjöllin eru frumlega gerð og einkennileg. Rétt eins og forsjónin hefði skapað þau með sáru samviskubiti, það hrákasmísinni á rangaður. Fyrir neðan skógabrekkurnar glampar á hafið himinblátt allsett eyjum og vofum. Helgi og fegur svo langt sem augað eigi. Þetta dásamlegur heimur. Þessi mjúka stemming yfir hafi og höfðri, ilmur og grænu grasi og skógarangan. Hvar ég? Ég komið suður á Ítalíu? Þetta himinbláa Miðjarðarhaf sem Davíð Stefánsson kvað svo pervísalegt kvæði? Eða þetta kannski sumarlandið þar sem Reymond drakk himnesk vín og reykti vindla sáluhólpina tóbakssala? Ég settist niður í skógarunn og skeit. Á setum sínum kemst maður í andlegt samfélag við náttúrunni. Þú andskotur, að baki með krunkar kviðfullum hrafnum heimilisiðna og horfætti, íslensk bændamenning, hautaði ég og girti brækur mínar í fyrstu. Það svo mikil eftirmál við þessa lýsingu. Það sem mér langaði að vita, það var náttúrulega
Hvað hið pervisalega kvæði? Það var svo sem ekkert erfitt að finna það. Hér vísar hann til kvæðisins Napoli sem birtist í ljóðabók Davíðs Kveðjur sem kom út þetta sama ár. Og fyrsta lína kvæðisins miðjar hafið himinn blátt. Svo var ég mjög forvitin getið ég farið tilbaka, hvernig það? Hann Reymond sem hann nefnir þarna. Ég var svolítið lengi að finna út hver hann var, þessi Reymond. En komst að því svo að lokum að þessi Reymond Lodge sem var yngsti sonur eðlisfræðingsins og spíritistans Sir Oliver Lodge. Hann lést á vígstöðum í fyrri heimsstyrjöldinni og ári eftir andlát hans sendi faðir hans frá sér bókina Reymond for Life and Death þar sem hann lýsti samskiptin sínum við látinn son sinn í gegnum miðla. Þar segir Reymond dáinn, sem sagt, meðal annars frá þeim stað sem hann dvelur eftir dauðan og þar megi drekka viskí og reykja vindla. Og það þetta sem Þórbergur að vísa í þarna og þetta náttúrulega veit enginn í dag en ég hugsa að þegar að bókin kom út að þá hafi kannski vinir hans í Guðspeki hreyfingunni vita hvað hann var að tala að því að hann þekkja þetta verk þá. Ýmislega fleiri skemmtileg dæmi mætti taka leik mína skýringu við bréf til Láru. Það sem ég skammtaði tími sem nú að enda vil ég bara bæta við að rannsóknir mínar á bókinni fyrir þessa afmælisútgáfu leiddi ýmislegt forvitnilegt í ljós sem ég á eftir að vinna betur úr síðar. Til að mynda hafði ég upp á þeirri konu sem nefndi til sögunar á síðustu glæfunni sem þetta kynningur. Og þarna segir Þórbergur, þetta mundi var ég ástfangin af feitri hjúkrunarkonu. Hún var dökk í drifhvítum serk. Það verkaði vel á mig. Ég hafði ort til hennar mörg fjallam ástarljóð. Ég reit þau öll með rauðu bleki til að setja henni fyrir sjónir fórn mína. Þegar hún hitti mig næst mænt hún á mig með stóískri ró, tók í hönd á mér og sagði, ég þakka þér fyrir kvæðið. Ekkert að þakka, sagði ég, vil ég meira. Hún hneiði sig og þagði. Ég hélt áfram að rita hjartan ástarljóð með rauðu bleki og svo var það aldrei meira. En það ekki satt. Ég sem sagt hafði upp á því hver þetta væri í gegnum sendibréf og ýmislegt annað sem fór á milli Þórbergs og Viðmanns. Og þetta hjúkrunarkona sem hét Guðný Jónsdóttir. Hún var mjög merkileg hjúkrunarkona, hún var fyrsta íslenska hjúkrunarkona sem fór í framhaldsnám til Bretlands og lærði heilsugæsluhjúkrun og þau áttu í löngu sambandi og það svona kannski saga sem síðar verður sögð. Takk fyrir. Nei, veistu það ekki. Hann kynntist henni á Já, það skemmtilegt. Já, við erum svona komin á æskuslóðir Láru. Já. Kannski einhverja heimildir hann. Maður kynni þess ýmsu og ég ætla að útdöða mér þessa bók og lesa skýringum af því að ég held að sé einmitt að þó ég sé sagnfræðingur og jafnvel eldri en svo því þá ýmislegt þannig sem ég ekki með í. Þannig að það verður gaman að kíkja það. Næst ætlum við að fara alveg á allt aðrar slóðir. Það erindi sem heitir Sannleikurinn í setinu, mengun í íslenskum höfnum og það Sandra Dögg Georgsdóttir sem meistaranemi í líffræði við Háskóla Íslands og starfsmaður rannsóknarseturs HÍ á Suðurnesjum sem ætlar að leiða okkur það í allar sannleikum það málum sem mengun í höfnum. Það er svo vel. Það er mengun í höfnum. Já. Það er enda líka þannig en Já, komið sæl. Sandra Dögg heiti ég og starfa hjá rannsóknarsetrinu á Suðurnesjum í Sandgerði.
en ég er einnig í meistaranámið þar og í dag ætla ég aðeins í hafnamengun á Íslandi og svona framtíðarsetrannsóknir hjá okkur. En hafnir eru svæði sem eru alfarið gerð af okkur mönnum og það rosalega fjölbreytt starfsemi sem á þessum svæðum. Og hafnir hafa yfirleitt takmarkað straumflæði og geta haft léleg vatnsgæði og efni sem að fylgja hafnarstarfsemi eru oftar en ekki mengandi efni eins og olía, glussavökvi, botnmáling og svona. Og þessi efni geta safnast fyrir á þessum svæðum. Og þessir efnahópar eru dæmi það en ég mun fara nánar út í þá á eftir. En þá hægt að spyrja sig, eru hafnir undir miklum áhrifum vegna mengunar af mannavöldum? Og hægt að segja að þau séu svona helsta mengunar uppspretta í sjó hér á landi. En það eru 70 hafnir á Íslandi sem allar hafa sína starfsemi og mismikla umferð og almennt eru hafnir frekar lítið rannsakaðar og ekki bara á Íslandi heldur allan heim. En árið 2022 byrjum við með verkefni á setrinu í samstarfi með Umhverfisstofnun þar sem að við vildum og viljum kanna ástand hafna út frá efnagreiningum í seti og kræklingi og kanna hvort að mengunin hafi áhrif á lífríki. Og þannig getum við svona lagt heildrænt mat á ástand hafnanna. En þannig að þetta viðamikið verkefni og enn í gangi. Og í rauninni það sem að við erum búin með að kanna ástand nokkra hafna út frá efnagreiningum í seti og kræklingi. Og ég ætla örstutt yfir það hérna í dag ásamt öðru. En við fórum sem sagt í svona hálf hringferð í kringum landið og söfnum sýnum úr 11 höfnum og fengum svo Háskólann á Akureyri til að grípa eitt svona viðmiðunar setsýni fyrir okkur í Eyjafirði. En þetta eru hafnirnar og við tókum sumstaðar á 2 stöðum í sömu höfninni eins og í Reykjavík og á Ísafirði. Og við flokkum hafnirnar svolítið eftir væntanlegu mengunar álagi frekar en bókstaflegri stærð. Þannig að það sem við teljum vera stórar hafnir að því leyti með mikla umferð eða slipp og því hærra mengunar álag eru þessar efri hafnir og þær minni fyrir neðan. En þetta bara fyrsta skrefið í þessu verkefni og því bara svona fyrsta skimunin yfir hafnamengun. Þannig að við rennum svolítið blint í sjóinn hérna og þetta því mjög gróflega flokkað hjá okkur eins og En við tókum setsýni bæði fyrir efnagreiningar en svo til að skoða botndýralífið en það getur gefið okkur vísbendingu svona gæði setsins í rauninni og svo söfnum við kræklingi einmitt bæði fyrir efnagreiningar en svo fyrir svokallaða bíómarkera sem eru líffræðilegir mælikvarðar til að skoða hvort að þeir séu undir álagi í höfnunum. Og þetta voru allt flotbyrgjukræklingar sem að liggja ofarlega og nálægt yfirborðinu og alltaf í kafi og þeir voru fastir annaðhvort við flotbyrgjuna sjálfa eða þá búnir að þekja spotta sem lágu niður af flotbyrgjunum eins og þessi spotti á myndinni þarna. Og eins og erum við eingöngu með niðurstöður úr efnagreiningum í bæði seti og kræklingi. Og við tókum sem sagt sýnin af sama stað, krækling fyrir ofan og set þar beint fyrir neðan. En fyrir efnagreiningarnar mældum við haug af efnum eins og við sjáum hérna á listanum. Við mældum sem sagt málma en þeir hafa ýmsar uppsprettur og geta haft eituráhrif ef þeir safnast fyrir í miklu magni. Svo það pH-efnin, en þau geta verið af náttúrulegum toga, svo sem vegna eldgosa eða rotnunar á lífrænu efni, en þau geta líka verið af mannavöldum eins og í olíu eða bruna á jarðefnaeldsneyti, stóriðnaði og útblástri farartækja. En þessi efni geta haft ýmis eiturvirkni, til dæmis á öndunarfæri og ónæmiskerfið og þau geta einnig verið krabbameinsvaldandi. En svo mældum við PCB-efni, en þau fylgja oft skipastarfsemi og stóriðnaði, skipastarfsemi, úrgangslosun og iðnaði. Og þau geta líka komið frá flotbryggjunum sjálfum eins og viðavörnum til dæmis, eða það úr olíu eða glussaleka. En þessi efni geta haft eituráhrif á tauga- og ónæmiskerfið og valdið meðal annars innkirtla- og æxlunartruflunum.
En fjórði flokkurinn eru lífræn teinsambönd sem eru aðalega að finna í viðarvörn og plágueyðum, en í dag eru þau einnig notuð sem bætiefni í plasti. En þau geta verið eitruð og hormónaraskandi og valdið alls kyns skaða í lífverum og líklegast þekktasta dæmið eru nákuðunginn sem sjávarsnigill og áhrifin sem að tríbútiltinn hefur. En þetta efni var notað í botnmálningu til þess að koma í veg fyrir vöxt lífvera. Og það virkaði rosalega vel en reyndist vera mjög skaðleg og hafði þau áhrif á snigilinn að valda svokölluðu falskyni, sem að byrja að vaxa typpi og sárás á kvenkyns snigla. Og sem veldur því, í verstu tilfellum verða kvenkyns sniglanir ófrjóar og sem veldur því að stofninn hrynur eða jafnvel hverfur. Og við reyndar vöktum þetta á 5 ára fresti ef við förum á söfnum sniglunum og skoðum hvort við sjáum þessi áhrif, þetta falskyn. Þannig að við vildum skoða svolítið stöðuna með þetta í höfnunum. En á þess að fara út í svona ítarlega niðurstöður þá ætla ég að sýna ykkur helstu niðurstöðurnar. En í stuttu máli er niðurstaðan sú að hafnir eru mengaðar, sem að kemur okkur ekkert endilega óvart, en það sem kom á óvart var að það er engin ein efnasamsetning sem er einkennandi fyrir hafnir. Það var rosalega mikill fjölbreytileiki milli hafna hvað varðar mengun og ég ætla að sýna ykkur dæmi það og kannski svona óvænta toppa og einblína svolítið á setið. En það var einnig áhugavert að sjá almennt litla fylgni milli efnainnihalds í kræklingi og í seti sem við vorum ekkert endilega búast við. En hérna höfum við þessar niðurstöðunar fyrir pH-efni. En við mældum sem sagt 16 pH-efni og þetta er summa þeirra í kræklingi og seti og í rauninni það sem ég vil sýna ykkur hér er hversu breytilegt þetta er milli hafna og hvað það er lítil fylgni milli kræklings og sets. Og þetta kannski bendir til þess að pH-efnin sem að mælast í kræklingi og þau sem mælast í seti eru ekkert endilega af sama uppruna. En það virðist sem svo að þessi efni sem að mælast í kræklingi eru þessi bláu og grænu og þau eru frekar tengt olíu, en þau sem mælast í seti eru þessi gulu og rauðu sem tengjast frekar bruna og útblástri. Þannig að hérna erum við að sjá ólíka pH-mengun á sama stað, en bara ólíku dýpi. Og í kræklingi erum við að sjá mjög stóra toppa í pollinum á Ísafirði og í Reykjavík, en í setinu er engin toppur í pollinum og núna sjáum við toppa í Njarðvík og Vestmannaeyjum. Og til þess að gefa svona smá samhengi þetta og sýna ykkur hvað þetta eru háir styrkir, að þá er meðaltal pH-efna í kræklingi á hreinum stöðum í kringum Ísland 8,94 mikrogram per kíló. Ef þið kíkið hérna á ásinn, þá fer frá 0 upp í 500, 1000 og 1500. Þannig að 8,94 er myndingin sem sjást á þessari mynd. Og fyrir setið að það voru öll pH-efni undir greiningamörkum í viðmiðunarsetinu í Eyjafirði. Þannig að þetta eru mjög háir styrkir. Og ef við förum aðeins í PCB-efnin í seti, þá mældum við þess að 7 PCB-efni og þetta er summa þeirra. Og hérna sjáum við augljósan topp í Njarðvík. Og þetta er mjög hár styrkur og summa þessara PCB-efna er meir en 8 sinnum hærri en næsti toppur við sem er í Stykkishólmi. Og jafnvel þótt að Njarðvíkurtoppurinn lætur hitt líta rosa vel út, að þá er toppurinn í Stykkishólmi grunnsamlega hár. Það er styrkur PCB-efna sem að við bjuggumst ekki endilega við. Og til að mynda þá er summa þessara efna í setinu úr Eyjafirði 1,85 mikrogram sem er mjög lágt með við hina styrkina. Og svona háir styrkir eru ástæða til þess að rannsaka þetta betur af því að búast má við áhrifum á lífríki, sérstaklega í Njarðvík. En hérna höfum við svo lífrænu teinsamböndin í seti og hérna sjáum við toppa við slippin í Reykjavík en einnig við slippin í Njarðvík. Og þá helst af þessum bútiltinn efnum sem eru þessi bláu og þessi efni og sérstaklega tríbútiltinn voru notuð í botnmálningu. En varðandi tríbútiltinn sem er þetta ljósbláa, þá var þetta efni bannað fyrir 35 árum á Íslandi. En hérna erum við að sjá mjög háa styrkja þessu. Og eins og ég kom inn á áðan, þá erum við að vakta þetta með sniglana og þótt við sjáum að áhrifin virðast minnka með árunum,
þá erum við samt að sjá áhrif á sumum stöðum, eins og í Njarðvík. Og svona hár styrkur af tríbútitins í Reykjavík er líklegast ástæðan fyrir því að sniglarnir hafa ekki fundist í mörg ár þar. Og þetta kannski svona útskýrir það svolítið að það er ekki endilega verið að nota þetta efni í dag, heldur sest þetta í setið og losna kannski svona smátt út í umhverfið og viðheldur þannig menguninni í höfninni. En ef við zoomum aðeins inn og tökum Reykjavíkurstipin út, og þá sjáum við samsetninguna aðeins betur. Og það er eitt efni þarna, tetrabútiltin, þetta hérna ljósgræna sem að koma okkur svolítið óvart. Eins og við sjáum í pollinum og þá er hár styrkur af þessu í setinu þar. Og þetta höfum við ekki séð áður og vitum í rauninni ekki hvaðan þetta er að koma. Þar sem að tetrabútiltin er meðal annars svokallað móðurefni sem er notað til að búa til tríbútiltin. Þannig að af hverju við erum að mæla þetta í 9 af 11 höfnum og í svona háum styrk í pollunum vitum við ekki. Þannig að það er rosa mikið sem að seti getur sagt okkur og það er rosa erfitt að fara að fela einhverja ósiði fyrir setina því að setið geymir allt. Þannig að heilt yfir getum við sagt að hafnir eru helstu mengunaruppsprettur í sjó hér á landi en áhrif þeirra á nær umhverfi er hins vegar frekar óþekkt. Við vitum ekki alveg hversu langt út fyrir hafninar mengunin finnst og áhrifin frá henni. En annar punktur er líklega að hafnir eru líka undir áhrifin frá landi, eins og frá skólpútrásum eða öðru útfalli eins og til dæmis frá fiskvinnslum sem eru kannski við hafninar. Þannig að það er mikið í gangi á þessum svæðum og þetta verkefni sýndi okkur svolítið það hvað við vitum lítið mengun í sjávarseti. Og þetta fær mig svolítið inn í meistarverkefni mitt og það sem mig langar til að gera, það er að rannsaka sjávarseti betur. Af því að oft geta mengandi efni bundist setinu og legið þar í langan tíma og losna svo aftur út í umhverfið. Og það er oft sagt að set getur geymt gamlar syndir og við sjáum það augljóslega hér. En sjávarset er mjög lítið rannsakað hérna á Íslandi hvað varðar mengun af því það er bara mjög erfitt. Það er svo margir þættir sem þarf að huga að. En það er mjög nauðsynlegt að rannsaka þetta. Af því þetta er svo mikilvægt búsvæði fyrir lífverur, svo er þetta bara svo stór partur af vistkerfi sjávar. En til þess að rannsaka áhrif mengaðs sets á sjávarlífverur, þá þurfum við dýrin. Þannig að mig langar til þess að kanna og meta notagildi og næmni ákveðna lífvera fyrir setrannsóknir hérna á Íslandi, mögulega þá sem hægt er að nota sem tól til framtíðar, eða til vöktunar í framtíðinni. En lífveran sem ég var að nota, eða sem ég mun nota, er sandmakkurinn eða Renicola marina. Þetta er bustormur sem býr í setinu og þeir eru svokallað setætur. Þannig að þeir taka til sig mikið magn af seti sem fer í gegnum meltingarveg þeirra og þeir nærast á lífverum, á leifum lífvera sem finnst í setinu. Og þeir búa í svona ulaga holu í alltaf 50 cm dýpi og þeir líklegast þekkið þessa hrauka sem eru víða í leirum en líka í leðju og sandskikum í fjörum. En af því að ormurinn býr í setinu og er setæta, þá er hann notaður í setrannsóknum víða heim. En jafnvel þótt að eitthvað sem notað út í heimi því er ekki endilega hægt að yfirfæra aðferðina beint yfir á íslenskar aðstæður. En þetta mun líta sem sagt svona út. Ég myndi þá annaðhvort taka set frá ákveðnum höfnum sem er nú þegar mengað eða safna seti af hreinum stað og menga það sjálf með þekktum styrkjum af efnunum sem við erum að finna í höfnunum. Og svo myndi ég setja ormana í búr með setinu og fylgjast með þeim. Þannig að hérna er ég að skoða hegðun, þar að ef þeir grafa sig strax og mynda þessa hrauka eða þá hvort þeir deyja bara á setinu eða jafnvel grafa sig og haldast fyrir eitthvað óvirkir. Þannig að hérna er ég að skoða hegðun og dánartíðni, en mér langar einnig til að skoða svokallaða bíómarkera, en þessar mælingar geta gefið til kynna að ormurinn sé undir álagi sem kannski sést ekkert endilega á þeim og þetta eru mælingar eins og virkni ensíma sem að taka þátt í afeitrunarferli ormana. Þannig að þegar þessi mengandi efni eru til staðar, að þá eykst virkni þessara ensíma og við getum séð það með mælingum. Þannig að ég er bara ótrúlega spennt fyrir þessu og ég mun komast á sannleikanum í setinu. Ég þakka þetta
Pollurinn á Ísafirði er ótrúlega fallegur en ég held ég sleppi að baða mig um. Ég þakka kærlega fyrir og þannig sáum við enn eina hliðina af starfsemi rannsóknarsetrana sem að sem sagt þetta rannsóknarnám sem þar fyrir fram og eitt af þeirri skemmtilegu eiginlega starfsemi sem að tengir þetta Háskóla Íslands við rannsóknarsetrin mjög sterkum böndum en einnig skapar það vettvang til þess að stunda hagnýtar rannsóknir á þessum svæðum sem að nýtast þá umhverfinu af því að ég held að það hljóta að vera mjög gríðarlega mikilvægt að rannsaka þessar hafnir og mengun í þeim til þess að reyna að koma í veg fyrir það að þessi mengun eigi sér stað. En ég öfund ekki blessaða sandormana þegar í þessu seti. En núna komum við að kaffi. Það sem sagt, hvað er það? Byrjum aftur 3, þannig endilega, já, takk fyrir mig í bili. Já, já. Takk fyrir hann. Já, Svo ég stóð hérna.
persónulega saga á fortíðinni, hún vekur athygli. Við höfum farið í nokkur útvarpsviðtöl síðustu árum í tengslum við fyrirlestrahald á Þjóðarspeglinum og hugvísindaþingi og slíkum skemmtunum síðra. Við höfum þá stefnu við Eiríkur að segja helst aldrei nei þegar okkur boðið að koma eitthvað á tala eða taka þátt í einhverjum miðlun sem tengist fræðunum. Núna fyrir síðustu jól, nú datt ég út úr þessu kerfi. Já, núna fyrir síðustu jól þá gerðum við svo 3 útvarpsþætti dagbók Jóns gamla. Þá slóst Dagrún Ósk Jónsdóttir doktor í þjóðfræði í lið með okkur, dóttir mín, við handritsgerðina. Hún hafði það hlutverk að tryggja að tæknilegt málfar okkar þjóðfræðinganna myndi ekki bera skemmtigildið í útvarpsþáttunum ofurlíf. Við myndum verða kannski of mikið að tala um kenningar fræðimanna og sjónarhorn þeirra. Og sáum við líka að við myndum ekki tróða öllu sem við vissum Jón gamla í þennan þátt. Það er reyna að tryggja að áhorfendur héldu þræði og hefðu bara beinlínis bæði ánægju og skemmtun af því að hlusta á þetta hörmungarlíf, lýsingar á þessu hörmungarlífi á 19. Við fengum líka hjálp frá RÚV sem framleiddi þættina, fengum sérstakann framleiðanda, Íu Hólmgeirsdóttur sem hjálpaði okkur alveg heilmikið. Og aðalega hvað hentar í útvarp og hvað ber að varast í útvarpsþáttagerð. Þetta kom til í tengslu við hugmyndadaga RÚV þar sem við sendum inn hugmyndaþáttunum, svo var það samþykkt og þetta hentar þetta frábærlega til flutnings á Rás 1. Rás 1, já. Sérkennilega jólalegir þættir hörmungarlíf á fyrri öldum. Ég vitni nú í eina umsögnina. Af hverju vorum við að þessu? Að fara að gera útvarpsþætti á þess að fá mikið borga fyrir það. Af því að það er nú ekki gróðafyrirtæki að gera útvarpsþætti, skal ég segja. Ekki heldur þó að RÚV sé með manni í liði. Efla samtalið við samfélagi. Það var markmiðið með þessari útvarpsþáttagerð, ná til fleiri og segja frá rannsóknunum okkar með dálítið svona fjölbreytilegum hætti. Ég held að okkur hafi tekist bara býsna vel. Þættirnir hafi verið svona frekar auðskiljanlegir og að væri verið að fjalla um löngu liðinn tíma sem að bæði svo fjarri okkur og líka svo nálægt einhvern veginn. Það er líka út af þemónum sem við völdum að fjalla um. Þau voru vel valin. Tilfinningar, basl og hungur, sjúkdómar og dauði. Hver hefur ekki gaman á svona? Frásögnin er náttúrulega einfölduð alveg helling bara til að passa í útvarpsþátt og alls konar áhugaverðu efni sleppt. Fullt af þemum sem okkur Eirík langaði að segja frá og ræða frá þjóðfræðilega sjónarhorninu urðu út undan, hentuðu ekki þessum miðli. Og við náðum fannst mér ágætlega til fólks, fjölmargir virðast hafa heyrt þessa þætti. Heima þá nýttum við náttúrulega ættfræðina og upplýstum afkomendur Jóns gamla og Ingigerðar að þau væru komin frá þessu fólki sem við værum að fjalla um. Og svo hefur auðvitað heilmikil áhrif á hlustun á ströndum að fólk þekkir sögusviði, sem sagt Steingrímsfjörðinn, Miðdalsgröfn, Naustavík, Fitjar og Ós. Það þekkir þessa bæi og þessu sögumir farnir í eyði. Ættfræði áhuginn nær reyndar lengra af því að við fengum líka skilaboð frá afkomendum þeirra hjóna í Vesturheimi út af rannsóknum okkar og sem vildu fylgjast með framhaldinu. Einhver leyti virðist að vera góð aðferð að segja sögur þegar við fjöllum fortíðina, finna einhverja svona reynslusagnir og raunveruleg dæmi. Og það gengur ábyggilega líka vel og betur, jafnvel heldur en hitt, að lauma einhver svona fróðleik með skemmtun og uppákomum, lifandi miðlum, sýningum, afþreyingarefni og leikjum. Frekar heldur hann ætla að breyta söguskoðun fólks með einhvers konar boðvaldi. Það svona hafi þetta verið og nú skulum við muna það hér eftir. Samstarfið er áhugavert hugtak og ekki bara samstarf sinna fags og þverfræðilegt samstarf, heldur líka tengingar og samstarf með listafólki. Þetta er hérna listaverkið í Jóngarni. Hérna á stólpan er handskriftin hans eftir Arngrímur Sigurðsson sem stendur núna þarna í tanganum þaðan sem hann gerði út, Kirkjubólstanganum. Samstarf líka með menningarstofnunum, söfnum og skólum auðvitað á öllum stigum. Bæði barnaskólum og framhaldsskólum og það er hægt að miðla efni á svo ólíkan hátt og fyrir svo ólíka markhópa
bara ef maður áttar sig á því að miða við hvern markóp hverju sinni. Og leikjavæðing fróðleiksins ábyggilega góð. Ég veit til dæmis af hverju ég kann svona mikið á ártölum úr Íslandssögunni. En ég þekki eins og alla samferðafólk mitt þegar ég hitti það á götu og sé framan í það á einhverjum óvæntum stað. Þá bara veit ég ekkert hver maðurinn er, sko. En það var að því að söguspilið var til heima. Ég spilaði söguspilið út og inn allan daginn og lærði bara Íslandssöguna mína og mín söguskoðun er komin úr söguspilinu. Það er ekki vafi. Sko, ég held ekki að þessir útvarpsþættir okkar, 3, muni endilega bjarga heiminn eða breyta heiminn. En þetta vakti mig samt til umhugsunar hvort að þær aðferðir sem við fræðimenn höfum til þess. Og ein aðferð sem gefur rannsóknum og fortíðinni gildi og vekur áhuga það er hægt að tengja einhvern veginn við samtímann. Við gerðum þetta reyndar mjög takmarkað í útvarpsþáttunum. Við brugðum bara upp svipmynd úr fortíðinni, einhver svona kunnuglegri svipmynd. En þegar við getum einhvern veginn spiglað sem sagt samtímann í fortíðinni, þá er eitthvað unnið. Ég tala nú ekki þegar við getum svona sýnt hvaða lærdóm megi draga af einhverjum sögulegum eða félagslegum rannsóknum. Þetta gefur auki gildi. Við getum til dæmis alveg séð að dagbók fátæksbónda á 19. öld getur speglað heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna og hvernig vandamál 19. aldarinnar á Íslandi eru sambærileg við mörg vandamál samtímans víða heim. Dagbókin getur tengst umræðu fátækt, baráttuna gegn fátækt og hungri, fyrir bættri heilsu, aðgengi að menntun, jafnrétti kynjanna, jafnvel loftslagsmál og sjálfbærni. Heimsmarkmið 1, 2, 3, 4, 5, 13 og 15. Þetta erum við ekki búin að gera nema mjög takmarkað leyti í annarri greininni sem við erum búin að skrifa, sem ég býst við að sárafáir hafi lesið. Úr einhverju fræðiriti. Og hún sé á vefnum. Eins og við vitum auðvitað allt og vel, hefur sennilega aldrei verið mikilvægara en núna að háskólafólk láti heyra í sér. Núna á síðustu tíma. Það leggir sitt á vogarskálarnar í baráttunni við falsfréttir, rangfærslur og upplýsingaóreiðu. Ég held reyndar að starfsfólk setrana, rannsóknarsetrana, standi sig alveg ótrúlega vel í þessu. Bæði við grunnrannsóknir og miðlun og framlagi til umræðunar sé oft mjög árangursríkt og árangursmikið, sérstaklega kannski tengstum við loftslagsbreytingar, umhverfismál og vistkerfi. En það er gríðarlega mikilvægt að fræðasamfélagið miðli staðreyndum og upplýsingum, byggðum á rannsóknum og vísindum og þó einhver vitleysa nái því að verða því sem næst allsráðandi einhver tíma, þá er mikilvægt að gefast ekki upp heldur reyna áfram að efla traustið til þekkingarinnar svona til lengri tíma litið. Það er bara beinlínis hlutverk fræða og vísindasamfélagsins, sem ég endurteka, ég held að við stöndum okkur oft vel í, að framleiða einhvers konar bóluefni með langtímavernd gegn rangfærslum og rugli. Hjálpa fólki að greina á milli áreiðanlegra upplýsinga og traustra. Og ég held að við háskólafólki beinlínis verðum að nota röddina okkar í auknum mæli. Notum röddina okkar, er sagt í leikskólabætti. Notaðum inn í röddina og notaðum út í röddina. Og við höfum að nota þær báðar og þurfum að nota þær báðar. Þegar sýnilegi samfélagin svara spurningum, útskýra hluti á aðgengilegan og skiljanlegan hátt til að fólk skilji gildi fræðana. Og þetta gerum við með þeim aðferð að reyna að ná til ólíkra hópa, fara fjölbreyttar leiðir til að koma þekkingu á framfæri, nota samfélagsmiðla hlaðvörp, sjónrænt efni og persónulega frásögn. Þetta getur verið góð verkfæri. Ég sé núna þetta eins og ég sé að bjóðum fram til rektors. Það fyrir ekki raunin. Kannski hljómar þetta dálítið eins og við öll að vera einhver svona áhrifavaldar, fræðilegir áhrifavaldar. Það er kannski ekki nauðsynlegt. Oft er bara langbest að fólk einbeiti sig að sér að því sem það er gott í. Við þurfum ekki öll að fara þangað. Og sum eru góð í að vinna grunnrannsóknir sem krefjast sérhæfðrar umræðu innan akademíunnar eða vísindaleg verkefni sem er bara erfitt að einfalda fyrir fólk, almennum markmið. En samt gætum við kannski stundum notað heimildin okkar eða viðfangsefnin til að vera áhrifavaldar í auknum mæli. Hitta út eins og eina góða fuglafjölskyldu til að svona fylgjast með yfir sumarið, svona til að fá nýja áheyrendur til að tengja inn í þær rannsóknir sem verið er að gera.
eða gera Jón gamla að áhrifavaldi sem er alltaf að bera samtíman saman við fortíðina. Ég veit nú ekki alveg markkópin fyrir því, en sjáum nú til. Og auðvitað erum við í setrónum öll áhrifavaldar einhverju leyti. Ég meina, við erum fyrirmynd fyrir börnin í þorpinu sem við vinnum í, eða á þeim stað sem við vinnum í. Þau fylgjast með okkur. Ég hef heyrt þeim tala, þau tala saman fyrir utan gluggann hjá okkur á rannsóknarsetrinu Hólmavík. Og það var stór hópur að tala saman daginn og einn var svona leiðsögumaður og var að segja hinum frá hvað gerist í þessu húsi og fólkið í þessu húsi það bara allan daginn í tölvunni og þau fá borgað fyrir þetta bara stórkostleg tíð kannski góðu leið til að ná í spönning. Við náum auðvitað ekki til allra eða alltaf. Þetta er dröngur hópur sem hlustar á okkur sem hefur áhuga þegar á því sem við höfum að segja. En við verðum samt að miðla á ólíkum hætti til þess að traustþekking sé aðgengileg fyrir þá sem vilja hverju sinni. Að leggja grunninn að því að vísindin hafi sem sagt áhrif á alls konar stefnumótun og þróun samfélagsins. Og næstu skrefin okkar með dagbókina Jóns gamla, þegar við verðum búin að lesa út úr þessu, er ekki nýstárlegt. Það er hefðbundið sérstaklega. Við þurfum að gefa út bók, sýnisbók með völdum gögnum úr dagbókinni og hnausþykkum fræðilegum formála. Sigurður Gylfi Magnússon sagnfræðingur ætlar að gefa hann út í ritröðinni sýnisbækur íslenskrar alþýðumenningar, eins og svo margt annað sem fólk er að gera með persónulegar heimildir. Það væri líka gaman að gera leitarbæra útgáfu þessari dagbók í heild sinni aðgengilega, einhvers konar rafútgáfu, kannski búa til eitthvað verkefni sem að geti dagbók fyrir alda þar sem að hægt væri að hlaða inn alls konar upplýsingum úr dagbókunum og færslum sem væri svo hægt að leita eftir dögum eða eftir stöðu dagbókarritara eða kyni eða stétt eða stöðu, staðsetning á landinu. Þetta var eitthvað, við talaðum þetta við Trausti Dagsson, þjóðfræðingur og tölvusnillingur hjá Árnastofnun. Það væri gaman að gera og kannski er Veðurstofan með í þessu af því að veðurlýsingar og ómissandi partur í öllum dagbókarfærslum, það er alltaf byrjað á þeim. Nú, ég notaði hugvíkkandi aðferðir og efni þegar ég var að semja þennan fyrirlestur. Hugvíkkandi aðferðin var að tala við kollega mína, tala við fólk. Hugvíkkandi efnið, hugvíkkandi stöffið, það var að spurja gervigreindina. Það sem hún svaraði alls konar spurningum hvernig var hægt að nota svona rannsókn í samtímann. Og þetta leitist á endanum út í, satt best að segja, vangaveltur fánýti allra hluta og tilgangslausi alls sem er. En hún kom með gagnlega punkta og var dálítið peppandi og það var ég sem var svartfítin, ekki hún, á framtíðina. Og ég held að þetta sé kannski leiðin fyrir þjóðfræðinga til að nýta sér gervigreindina í framtíðinni, það sé að nota hana sem hugvíkkandi efni. En passa sig á að hún hefur engan veginn rétt fyrir sér og aldrei. Svo vil ég að lokum minna á það að dagbók Jóns gamla þættirnir 3 þeir eru ennþá aðgengilegir í spilara RÚV á sarpinum. Ef ykkur langar að hlusta á það eftir þessa kynningu og takk ykkur kærlega fyrir. Og hérna þunglindis. Þunglindi í dagbókinu. Högg og kafaldi. Ekki út af í ráð. Ég þakka Jóni fyrir þessa uppvíkandi ádreifu að miðla efni. Ég get ekki varist því að minnast á gervigreind af því að ég var að skrifaði síðast árið grein með þýsku kollega móðuharðindi og hún sló Jóni Steingrímssyni inn í gervigreindina og spurði hvað hann hefði gert. Og Jón Steingrímsson samkvæmt gervigreindinni, hann var sérstaklega þekktur fyrir það að hafa hannað loftræsti búnað fyrir heimili á Íslandi sem að bjargaði fjöldamanns frá dauða. En eins og Klodja vinkonum mín sagði, þetta var aldrei skrítið, að loftræsti búnaðurinn tók sem loftað utan í þannig var allt eiturloftið sem hann var. En þetta var mjög gáfulega sagt en ekki mjög greind myndi ég segja. Við höfum sagt það hér áður að það er mjög svona þverfaglegt starf
unnið á setrunum. Sá sem að tala núna eiginlega þverfaglegur eðli sínu sjálfur, hann ekki bara, hann það sjálfur, Þorður Árnason sem grunninn nú náttúrufræðingur, núna umhverfisfræðingur, heimspekingur og ljósmyndari og hvað hvað. Hann ætlar að tala hvers vegna víðerni, en hann forstöðumaður rannsóknarseturs HÍ á Hornum. Rektorar, formar ákveðinni nefndar, forstöðumaður, rannsóknarstjóri, virðulegi gestur, aðrir virðulegi gestur. Sæjun, óskaði eftir því vinni að ég myndi segja aðeins frá þessari bók sem að marka töluverð tímamót fyrir mér persónulega, af því þetta fyrsta bókin eða fræðiriti sem ég gef út sjálfur. Og rauninni, svolítið undir áhrifum frá þessu manifesto frá Jóni vini mínum, þá gæti fyrirlesturinn heiti Hvers vegna skrifa maður bók? Og svarið hvað þessa bók varðar svolítið anda þess sem að Jón var að tala að ég, ég langaði að gefa út bók sem að gæti tala til almennings, til íslensks almennings. Og hvers vegna? Jú, vegna þess að mér fannst þetta málefni, þetta fyrirbæri, víðerni, wilderness á ensku, sem að í alþjóðlegu samhengi. Þetta eitthvað sem skiptir okkur gríðarlega miklu máli á Íslandi. Það skiptir okkur miklu meira máli heldur en nágrannaþjóðum. Og það vegna þess að við eigum ennþá einhvers staðar milli 30 og 60% landsins geta ennþá flokkar sem víðerni. Og þetta gríðarlega náttúruverðmæti. Þau hafa verið notið verndar, lagalegrar verndar núna í aldarfjórðung. En samt bara eitt friðlýst svæði á Íslandi sem verndað sem víðerni. Eða óbyggð víðerni, eins og heitir í lagatextanum. Og það Drangar á Ströndum. Og það vegna þess að eigendur Drangar á Ströndum óskuðu eftir því við umhverfisráðuneytið að þeirra land yrði friðlýst sem víðerni. Nú, þessi bók af sér býsna langa sögu, það má rekja alveg aftur til fyrstu kynna minna af Hollendi Íslands sem að urðu þegar ég var bara námsmaður í líffræði. Snemma á 8. áratug síðustu aldar, ég man ekki frá 80. Og þá fékk ég að kynnast Þjórsárverum og fleiri stöðum. Síðan hraðspóla fram í tímann. Þá kannski svona næsta stóra skrefi hjá mér, það að ég var skipaður og Tómasi og fleiri fólki í faghóp rammaáætlun. Og ég satt þar í 2 áfanga, 3. og 4. áfanga, samtals í 8 ár. Og þar bar ég ábyrgð á bæði landslagi og víðerni. Og þetta viðfangsefni sem ennþá verðþekkt heldur en önnur viðfangsefni sem varða náttúru Íslands. Þess vegna kom það í minn hlut að skipuleggja og framkvæma alls konar rannsóknir. Og þessar rannsóknir birtum við í skýrslum sem aðgengilegar á vefnum, en við vorum hræddir það mjög fáir og rekist á þær eða lesi. Þannig það var svona ein mótivasjóni hjá mér var að taka þetta saman, þetta efni, og gera þetta aðgengilegt fyrir almenning og hafa þetta á einum stað. Nú, ég veit ekki hversu mikið þið þekkið. Það endur? Jú, ok. Það gríðarlega mikið búið að skrifa wilderness. Aðalega þá á ensku og sérstaklega í Bandaríkjunum. Og ég reyni ekki að rekja þá umræðu í þessari bók. En það svolítið skemmtilegt að það komu út 2 bækur með titlinum stuttu millibili. Þau báðar sem sjáið voru með þessu titli Rethinking Wilderness. Og það vildi þannig til að ég á
grein, enskan bókarkafla í þessu greinasafni hérna vinstra megin, sem birtist 2020. Og það er svolítið törkennilegt að allir hinum höfundarnir eru 20, þeir eru allir frá Eyjaálfu. Þeir eru svolítið sérstakur félagsskapur. En nú veit ég ekki hvort það er hægt að lesa þetta. En sem sagt, þar sem að er kannski kjarninn í bókinni og í mínum málflutningi almennt, er að víðerni sem samkvæmt daglegu tali við tengjum við víða eða víðáttu mikla eða við víðsýni, að ef við skoðum hugtakið sem var búið til fyrir 25 árum, þá átti það að vera íslensk þýðing á hugtakinu wilderness. Hvað er wilderness? Það er eitthvað sem að kjarninn í því er sem sagt fyrirbærið wild eða hið villta. Þarna finnst mér, og ég fari rök fyrir í bókinni, að eins og þessi mál hafa þróast, að þá höfum við svolítið lent á villigötum af því að við vorum ekki að horfa á hið villta, heldur hið víða eða víðáttumikla eða vísina. Nú, hérna efnistökin í bókinni, það mótaðist nú bara frekar snemma að þetta eru 5 meginkaflar. Hvað eru víðerni, hvar fyrirfinnast þau, hvaða gildum búa þau yfir, hvernig hefur staðið að vernda þeirra og svo síðast en ekki síst hvers vegna ber okkur að vernda þau ef okkur ber það yfirleitt. Og þannig að fyrsti kaflinn, hann fjallar þá fyrst og fremst hugtakanotkun, annar kaflinn portagerð. Svo staðan er núna að það eru til 4 ólík kort af víðernum á Íslandi sem hafa öll orðið til núna síðustu 4-5 árum. Síðan er það þá gildismatið og svona sýn okkar á gildi. Svo er það stjórnsýslan. Við nefndi þá er bara 1 friðlýst svæði af rúmlega 130 Íslandi friðlýst vegna víðerna. Og svo síðasti kaflinn, eins og hann endaði að þá er hann í rauninni bara umræða sérstaklega fagurferði með svona siðferði í bland. Nú, það er nú eitt að setja upp svona fína kaflaskiptingu. Hvernig á maður að búa til bók út úr þessu? Þetta eru svona ólík þemu og eins og Guðmundur nefndi og þá hef ég mjög sver. Það er svolítið þannig bara að ég einhvern veginn leiðist út á þá braut og hefur verið að þróa þverfaglega nálganir í rúm 30 ár. Það er frá því ég byrjaði að vinna í Háskóla Íslands. Og það er eitt af því sem ég er að reyna að gera í þessari bók er að sýna fram á það hvernig var vinnu þverfag. Svona stiðar aðeins. En þessi 5 kaflar, þegar maður fyrir að skoða þetta og kafa ofan í þetta, þá kemur í ljós að það eru tengingar alveg út á suður. Og þetta er alltaf bítið skottið hvert og öðru og þessar spurningar hvar til dæmis, það eru verið nátengingar. Og kannski kjarninn í þessu öllu er gildaspurningin, því hún hefur eiginlega áhrif á allt annað. Hvernig við hugsum víðernin og hvernig við staðsetjum þau, þetta fer rosalega mikið eftir í hvaða gildi við teljum að þau búi yfir. Og hvers konar gildi. Ef við teljum þau búa yfir einhverju gildi yfirleitt, sem að sumir myndum andmæla. En í þessum fyrirlestri er ég svolítið að setja hvers vegna spurninguna í miðjuna. Það mætti alveg setja eitthvað gulu hérna í staðinn eða rauðu, skiptir í hvernig máli. En ef við byrjum aðeins á hugtakinu, þá er eitt vandamál í þessu að við eigum önnur hugtök sem að við notum í daglegu máli, nokkurn veginn svona eins og samnefnara fyrir víðerni, sem er okkur líka mörgu leyti tamari að nota. Öræfi, óbyggðir, þetta eru svona orð sem að þó þau séu neikvæð
upphaflega þá samt hafa þau á sér ákveðin jákvæðan blæ oft. En síðan koma svo eyðimörk og auðn sem eru ljóslega neikvæð orð. Og þessi merking sem hérna, kannski ekki síst hérna í eyðimörk og auðn, þetta loðir við umræðina víðerni. Sérstaklega þegar við tala hátt. Og það hægt að nota tölvutæknina á ýmsan hátt og alls konar gagnagrunna og einn mjög skemmtilegur hérna orðanetið. Og ég sló upp orðinu víðerni og hérna forritið fann fyrir mig tengingar við alls konar hugtök. Eitt sem var mjög áhugavert að sjá var að það virtist vera að gera greinarmunur á milli hugtaksins víðerni og hugtaksins ósnortinn af því að þetta íslenska lagalega þýðingin á wilderness. Það virðist vera eitthvað annað heldur í víðerni. En hérna, ég ræði þetta allítarlega í fyrsta kafla bókarinnar og ég get ekki hérna farið neitt djúpt í það hér. En bara þess að hamra á þessu, þá kjarninn í alþjóðlega hugtakinu wilderness wild, villta, og þetta augljóst af orðsifjum orðsins. Þannig að wilderness staður sem ber einkenni hinna villtu dýra. Það í rauninni þessi upphaflega merking orðsins. Og þess vegna mjög náin tengsl í ensku á milli wilderness annars vegar og wildlife hins vegar. Þegar maður líka flækir málin hjá okkur, og því eins og við vitið, allavega ef við horfum á land, þá erum við bara með eitt landspendir sem upprunalegt innlent hér, sem heimskautarefurinn. En þetta þegar maður talar víðerni, þá þeir sem vita eitthvað lögin, þau náttúrulega vísa þá í þetta hér, þetta laga skilgreiningin. Þetta núgildandi laga skilgreining. Ég ræði talsvert mikið hana, meðal annars hvernig maður á glíma við þetta hugtak hérna, uppbyggður vegur. Þegar hugtaki vegur ekki skilgreint í lögum og alls ekki hvað uppbyggt En aðalega sem við bara nefna hérna að við horfum á þessa skilgreiningu, hvað vantar í þessa skilgreiningu? Hafið í huga að þetta í náttúruverndarlögum. Hvar náttúra? Hún ekki. Þetta allt saman verið að tala sem sagt annaðhvort ágeng mannvirki, ágeng tæknileg mannvirki, eða þá sem það að við sem manneskjur eigum að geta upplifað einveru. Þetta allt saman mjög mannkvært, ég á jákvæðum eða neikvæðum nótum. Náttúran sjálf, hún ekki. Og nemandi minn, Angela Játs, hún kafaði svo í þetta og hún bar saman bandarísku víðernaskilgreininguna sem svolítið upphafði þessu öllu 1964. Hún tók inn skilgreiningar alþjóða náttúruverndarsambandsins, IUCN, og evrópsku víðernaskilgreininguna. Hún bar þetta saman við lagaákvæðin íslensku. Hún fann þessi 7 lýsandi orð og skoðaði svo hvar þeir komu fyrir. Og þetta sjáum við að íslensku lagagreinarnar 546 eru sýndar hérna með bláum lit og það bara hérna vinstra megin. Þetta allt saman í rauninni neikvæð manngerð áhrif. Allt hitt sem í hinum, IUCN, bandarísku lögunum, evrópsku skilgreiningunni, það hvergi að finna í þeim íslensku. Sérstaklega náttúrulega bagalegt að hugtakið naturalness, eða náttúruleiki, hann í öllum hinum, en það ekki minnst að hann í íslenskum lögum. Nú, hratt í þessu að líka mjög langur kafli víðerna kortagerð, sem kannski stafar ekki síst að því að eitt af þeim verkefnum sem ég vann að í rammaáætlun
var að búa til nýtt víðernakort sem að við gerðum í samstarfi við og frumkvæði Skipulagsstofnunar. Þetta kort hérna, þetta elsta kortið af víðernum á Íslandi sem var búið til. Þetta var gert 1998, í rauninni í óleyfi, en samt. Og þetta kort markar djúp spor í kortagerðinni. Það er eiginlega sleginn tónninn með þessu korti sem síðan hefur verið mjög erfitt að komast út úr. Það í því sambandi verið sérstaklega nefnum það að þessar breiðu hvítu rákir hérna, þetta eru áætluð skerðingaráhrif af hálendisvegum og flóðum. Og sem að hérna, já, bara búið að vera mikið bitbein. Nú, við David Osman, sem var starfsmaður setursins og aðstoðarmaður minn, við unnum að þessu í nokkur ár. Þetta er lokaafurðin frá okkur. Þetta er sem sagt kort af óbyggðum víðernum á Íslandi á landsvísu, sem að eru eitthvað nálægt 50%, 55% af landinu, samkvæmt þessu. Og já, þar með lukum við okkar vinnu. En það er eitt með öll þessi kort, þetta með einn undantekningu, að þau eru alltaf negatív. Það er svona einhvern veginn helst í hendur við þetta ósnortið víðerni, óbyggt víðerni, eyðimörk, auðn. Og þannig að víðernin, sem er það sem hefur gildi, það er sýnt með einhverjum þekjandi lit, en allt hitt sem er raskað, mjög vel ónýtt, það er sýnt bara eins og það sé bara normalt. Þannig að við bjuggum til öðruvísi kort, völdum svolítið sláandi ljótan gulan lit, til þess að leggja áherslu á það að það sem við vorum að tala það er þetta hérna, sem er í náttúrulegum litum. Við höfum við Clinton Cook sem doktorsinn minn, við höfum svona verið að reyna að þróa okkur áfram með þessa tilteknu nálgun. En svo gerðist það fyrir 4 árum, að hérna umhverfisráðuneyti að náttúruverndarlögum var breytt, þannig að það var sett inn heimild og eiginlega krafa hjá umhverfisráðuneytinu að láta búa til formlegt og opinbert kort af óbyggðum víðernum á landinu, eða óbyggðu víðerni. Og þetta kort átti að vera tilbúið í júní 2023 og það er ekki ennþá komið fram. Fyrir því eru reyndar ýmsar ástæður. En eitt af því sem að svona kort gera okkur kleift að gera, þetta er kort sem er frumflutt í bókinni minni, er að skoða sérstaklega þessi víðerni, þetta sem er neikvæðum lit, er þetta grágræna, en þetta sem er rautt, þetta eru svæði sem eru eftir á gömlu náttúruminjaskránni, sem var byrjað að vinna 1974 og er eiginlega bara komið allt ofan í skúffu. Þetta eru yfir 300 svæði sem enginn einhvern veginn veit hvað að gera við. En annað sem að geri, sem að hérna, kannski á eftir að sitja í einhverjum, en ég geri greinarmun á sem ég kalla einkenni eða karakter á ensku wilderness karakter, því sem ég kalla eiginleika, quality, og sem sagt einkennin það eru náttúrufarslegir þættir. Það er það hvort það er ennþá beljandi jökulfljót, eða hvort það er svona upphaflegur birkiskógur, hvort það er snæugla eða spói eða lóa. Og þessi einkenni, eða náttúruverðmæti eins og hvað það er líka, þau sem sagt eru bein uppspretta gildi. Þau bera gildi sjálfum sér. Þetta er mjög náttúruhverf nálgun ef við þekkið það. Síðan er hérna annað sem eru eiginleikar og þeir eru líka mjög mikilvægir. En þessir eiginleikar, það eru
annars konar fyrirbæri sem að verða til í samspili náttúru og mannsjóa. Það þetta samspil hérna, ég að farglæra sem með tvíhliður, að þetta það þegar við förum upp á hálendið, út í víðerni, hittum við villta fyrir einhvers staðar og gerist, við verðum fyrir einhverjum hrifum, einhverju reynslu og þau hrif, þau bera líka gildi og alls ekki vanveita. Síðan það þessi gildi, bæði sem koma beint frá náttúrunni og þau sem verða til í tengslagildi, verða til í samskiptum manns og náttúru. Þau eru síðan uppsprettan af því hvernig til dæmis ólíkir hópar útivistar fólks. Þau sækja öll í þennan saman gilda pott. En svo gerist það náttúrulega megin ástæða fyrir að skrifa þessa bók, að þessir aðalega hérna, þeir eru alltaf rífast sína milli. Af því þeir horfa ekki á þessi gildi, þeir horfa á þetta sem hagsmuni. Og típist, rífur að milli göngufólks og jeppafólks, þessi hvorugur eru tilbúin að gefa eftir, af því að þeir telja sig hafa alltaf því lögvarða hagsmuni í því að fá að stunda sína óvist í friði. Og hvaða gildi, eða hvað erum að tala hérna? Þegar við horfum á náttúruverðmætin, að undirstaða gildana þar eru óhandir náttúrulegir ferlar, bæði lífrænir og ólífrænir. Þetta eru heilstæð vistkerfi, þetta eru innlendar tegundir, þetta eru landslag og fleira. Þegar við horfum hérna, nú séum við komið hérna, þessi gagnvirkaður, og meðal eiginleikana sem við getum átt þess kost þegar við erum að tengjast fernum vistkerfum, tegundum og fleira. Það fegurð, undrun, lotning, vellíðan, alls konar sálræn og andleg gildi og það er þennan lista mjög langan. Og svo það gildi, þau eru alls konar, en þessi svona kannski fyrsta stig gildana eru fagurferðileg gildi, siðferðileg gildi, vísindaleg að sjálfsögðu, útvistaleg. Og svo hérna sem ég ekki sett inn á þessa mynd, að af þessu öllu síðan drögum við alls konar hagræn gildi fyrir ferðumst. Og þetta hluti af þessu öllu eru menningarleg gildi og samfélagsleg gildi. Nú, þessi bók sem ég nefndi hérna upphafi, hún eftir bandarískan heimspeking, kom á 2017, margan hátt mjög merkileg bók. Það sem hann fer í gegnum öll mótrök gegn víðernum eða wilderness sem hann har sett fram í Bandaríkjunum og sem sagt greinir það niður í 7 meginflokka mótraka og reynir að svara þeim öllum. En hans niðurstaða það að það sem einkennir víðerni séu í rauninni þessir 3 þættir, náttúruleiki, að vera villt og frelsi. En þetta mætti ræða mjög lengi, ég ætla ekki að gera, en ég ætla aðeins bara, ég alveg búinn, aðeins bara að útskýra þetta, því að við grunnvandinn í þessu sá að við getum ekki þýtt wilderness beint. Því að við höfum ekkert orð nema þá hið villta sem samsvarar wild. Og þá það norðurgermanskt hugtak. En það sem að Woods telur einkenna hið villta í rauninni það að það sjálfsbrókið og það sjálfstýrandi og það sískapandi. Þetta hið villta. Og ef maður skoðar svo bandaríska orðafléttu þá sjáum við að hann mjög ólík því sem við sáum með víðerni á Íslandi. En lokakaflinn í bókinni þar kannski berskjalda ég mig kannski allra mest. Þá reyni ég að koma orðum að minni persónulegu sýn á þetta allt saman. Fyrir þau kannski þekki mig að þá kemur kannski ekki óvart að þetta spurning fagurferði. Hvernig við nálgumst tilveruna sem
verur sem að hafa þann hæfileika að geta skynjað og tekið fegurð, fundið í henni merkingu. Og þannig að það er þá aðalega samspilið á milli fegurðar, fagurferðisins og ferlana sem að þarna undir. Og út frá þessu, eða í þessu hérna sem ferli, þetta ferli sem að varðar 2 aðra ferla, þá eru undir, þá eru í húfi fyrirbæri eins og nánd, kunningsskapur, vinátta, skyldleiki, gagnkvæmni og umhyggja. Þetta er það sem leiðir af því að við getum enn sem komið mynda tengsl milli okkar og hins villta. Og Elísabet Kristín Jökulsdóttir, rithöfundur, súmmenni þetta upp alveg frábærlega í stuttri blaðagrein sem hún skrifaði 1998 í Mokkan. Það er nauðsynlegt fyrir manni að eiga ósnortinn stað í landinu sínu, líkt og það er nauðsynlegt fyrir hann að eiga þann stað í sál sinni. Og þegar ég segi ósnortinn, er ég ekki að tala friðhelgan reit, þar sem má varla anda, heldur stað þar sem lífið fer sínu fram í öllu sínu veldi. Þegar ég segi ósnortinn, er ég að meina stað fullan af ólgu og kyrrð. Ástin og sköpunargáfan eru sprottin upp úr þvílíkum stað í sálinni. Það er villtur staður. Og einhvers staðar í landinu okkar, í sál okkar, verðum við að eiga villtan stað. Og þegar ég segi villtur, er ég ekki að meina ómennskur, en staður fullur af dulúð og einfaldleika, staður sem er svo magnaður að hver og einn getur upplifað hann á sinn persónulegan hátt. Svo síðasta glæran, þetta sendi vinur mér með, þetta er barnabarnans sem var 8 ára, Lísa Bríet, hún heiti, og þau tók upp á því barnið að skrifa þetta á ensku einhvern ástæðum. The wildness is nice, so don't be afraid. Já, ég leti. Já, eitthvað. Það sem í Fljótsárferlum, þetta er Norðurlandsvestur. Já. Og þessar skiptis í láglendinu byggð, heiðar og hálendið. Já. Núna erum við endalaust mikið. Við blöndum slagt á það út af vaskinu. Og á aðri svæði sem staðar með að gera það lagsendar heiðar. Sjást víða að, myndi sjást á kannski. Það er endurskoðað allt. Varðandi víðernum og vildarnir sem við tóksum sérstaklega. Það er bara mjög góð og það er góð og mjög aðkvæmst. Og þegar að umhverfisfræðingur setur á sér frumvarp þegar ég segi vindorkuuppbyggingu, og þá var það sett þannig upp að það átti ekki að vera neinar vindmyllur innan hálendið. Og það var vegna víðerni. En síðan var eins og víðerni hægt að skipta máli þegar það komið út fyrir húsinu. Þannig að ég segi, ef víðerni skipta máli, það skiptir ekki máli hvar þau eru. Þannig að það er með vindmyllurnar að misstu víðerni. Og allar þessi áhrifir eru á landslag og svo áföllina. Þetta er ekki fyrir nýjum. Og okkar rannsóknir okkur þekking á náttúrulegu landslagi og víðerni er ennþá svo brotakennd og lítið. En það var ef áður fyrir að leyfa einhverja vindmyllur, þá þurfum við fyrst og fremst að hugsa fuglanna. Það eru lifandi veru eins og við þetta ferða tilverð sem við talum. Og við þurfum líka að gera algjörlega gamskur í því að ná skilja okkur landslag og líf. Þetta er svara spurning. Já, takk. Ég þakka. Þá er bara einn liður eftir á dagskránni og það er pallborð og sem á að vera í hálftíma.
Styttu, ætlum maður að stytta. Já, aðeins þetta, þannig að þetta verður ekki minn tími, þannig að við bara byrjum, við erum bara að koma hérna upp, það eru sem sagt þá Jón Atli Benediktsson, rektor, og það Hólmfríður Sveinsdóttir, rektor Háskólann og Sæunn Stefánsdóttir, það með líka hitt. Gjörðu svo vel, komið. Takk fyrir. Þetta þá eiginlega pallstaða. Ég skulle vera að velta fyrir mér hvað þetta stuðtími og þá kannski tvennt sem við langar að við spölum að þessum og þú segir eitthvað á þetta á. Annars vegar það rannsóknarsetrið sem slík og klassinu þeirra. Hins vegar svona tengja þetta líka þessari nýju samstæðu sem að gefa okkur mjög spennandi tækifæri, held ég, og eins og þetta fram á þeim. Þá svona þessi hugmynd það að tengja rannsóknarsetrið betur við starfsemi á Hólum, að starfsemi rannsóknarsetrið Háskóla Íslands verði þá að einhverjum svona staðsett þar og ég held að kannski fyrst bara að vilja okkur að segja okkur aðeins frá samstæðu svona hverju staðan hvernig þú veist við að hún verði orðin virk hverju staða máls og hvernig sjáum við fyrir því að samstæðu geti orðið í mjög stuttu máli þess með höfum 20 mínútur. Fyrst að bara byrja. Tæknimaðurinn mér segir að við erum að vera aðeins nær tölvunni fyrir upptökuna fyrirgefið. Ó já, Ég skal byrja og ég vil nú samt byrja því að þakka ykkur fyrir frábæran ástund og útbóðlega spennandi erindi. Og ég kom hérna undanfarið ár og það alltaf þannig. Svo bara takk fyrir og gangi ykkur vel með eitthvað frábæra starf. Varðandi samstæðina, ég var að segja við Hólmfríði hérna áðan, eins og ég sá þetta, ég tók þátt í og Sæunn í viðræðum við Landbúnaðarháskólann á Hvanneyri 2009 og þá var þetta þannig að skólarnir voru sammála að gera þetta, menntamálaráðuneytið var til í þetta en það gekk ekki út af pólitík. En það var mjög mikill vilji. Svo að núna þegar Hólmfríður leitaði til okkar í HÍ það að koma í, getum við sagt, aukið samstarf, ég get bara orðað þannig, þá sá ég þetta sem einu leiðina að vera með svona campuskerfi. Það eiginlega það sem við byggjum á og það þá, svo við tölum flaggskipscampus í Reykjavík, svolítið óþjált íslenskt orð, en samt. Aðildarhús. Fyrir campus, aðildarhús. Já, en þess að talaðu flaggskip. Já. En hérna, og svo við campus á Hólum og við sjáum fyrir okkur að þessi möguleiki á að fleiri komi inn í þetta. Og nú erum við til að mynda eða sáum hérna í hagræðingartillögunum sem voru lagðar fyrir ríkisstjórnina sem ekki beint ný hugmynd að það var talað að Landbúnaðarháskólinn kemur inn í þetta líka og fleiri stofnanir. Svo ég held að þetta sé mjög spennandi að við gerum þetta svona og svona til að fara yfir bara söguna, þetta bara gengið ágætlega. Það ýmis ljón á veginum að skoða þetta svona. En þetta gert með vilja beggja háskólaráða og ég heyri til dæmis í Háskóla Íslands ekki gagnrýni á að þetta sé gert. Líka hún ekki mjög hávær og eins og ég sé þetta erum við að reyna að styrkja háskólakerfið. Við erum að styrkja þetta þannig að við erum til dæmis með Háskóla Íslands ekki bara fókuseraðin í Reykjavík og rannsóknarsetrin vissulega náttúrulega segja að það ekki lengur þannig. Síðustu 22 ári búið að breyta því. En við erum líka að tala að Háskólinn á Hólum eins og ég sé þetta, hann njóti þess að hafa nafn Háskóla Íslands sem styrkir Hóla út á við. Og við þurfum líka að hugsa að innviðirnir á báðum campusum séu þannig að við getum verið stolt af þeim og þeir bara fullnægi þeirri þörf sem við setjum fram. Svo við erum semst að einfalda líka íslenska háskólakerfið. Þetta ein stofnun í raun undir háskólasamstæðunni, svo það fækkar háskólum sem mikið talað að þessi of margir á Íslandi. Og ég sé tækifæri í því að fá fleiri háskóla inn og
sérstaklega þá landbúnaðarháskólann. En mér finnst mjög mikilvægt að þessi vilji þeirra að gera þetta. Þetta sé ekki þannig að Háskóli Íslands sé einhvern veginn að seilast í þetta, þetta sé einhvers konar yfirtaka. Þá getur Keldur líka verið með og ég sé þarna mjög spennandi möguleika. En Hólmfríður, hvað segir þú þetta? Já, ég tek undir það sem Jónas hafði sagt hérna og kannski bara segja ykkur alls frá minni upplifun þegar ég kem í háskólann á Hólum, þarna fyrir 3 árum síðan. Sko, við erum með ákveðið marga nemendur og kannski ekki mjög marga á mælikvarða, kannski með Háskóla Íslands, en allavega sem að gefur okkur ákveðið fjármagn frá ríkinu. Og fyrir þetta fjármagn þá þurfum við að manna ákveðnar stöður eins og til dæmis bara með náms- og starfsráðgjafa, við þurfum að manna kennslustjóra og annað fleira og mannauðsstjóra og allt hvað þetta heitir og allt. Og að því að við erum ekki það stór að þá höfum við hafa þetta verið til dæmis eins og með varðandi starfs- og námsráðgjafa þá þetta verið 25% staður. Og við erum staðsett í Skagafirði og á Hólum í Hjaltadal og það var allavega erfitt þegar ég kom að fá starfsmann til þess að sinna þessar stöðu. Og þetta við erum þarna stofnun og þetta er í 25% starfi við Háskólann á Hólum. Það gefur augaleið að hann þarf ekstra að vera í 75% annars staðar. Og ef hann er okkur þá þarf hann að gera eitthvað annað. Það þarf að vera mannauðsráðgjafi eða inn á þjónustuborði eða eitthvað svona. Þannig að við fórum strax, eða ég fer strax að tala þetta við fólkið í skólanum. Hvort við getum ekki einhvern veginn eftir skólan okkar með því að styðja við þetta stóðkerfi. Þú veist svona að ef þú ert kennslustjóri að þá getur einhvern veginn tilheyrir einhvern veginn stærra teymi og þú ert og ef þú ferð í veikindi þá tekur eitthvað boltann. Það er ekki ritari sem tekur boltann eða rektorinn ef að kennslustjórinn veikist. Þannig að þess vegna byrjar þetta nú að við förum að horfa svona út fyrir og það hefur verið mjög mikið og farsælt samstarf milli Háskóla Íslands og Háskóla Hólum. Og þess vegna tölum við Háskóla Íslands og þetta var fundur sem var inn í ráðuneyti og það sem við gerum að við tökum til dæmis sveitarstjórann með á þennan fund. Já, það er svo, og við tókum fólk úr háskólalögu þúfásnöfnum og fleira, já. Þannig að þetta var rosalega okkur mikilvægt að við hefðum strax samfélagið með okkur. Þetta yrði ekkert svona eitthvað falið eða eitthvað, þetta væri allt eitthvað borðum hvað við varum bara að gera. Og mér finnst þessi samstæðuhugmynd sem kemur þarna upp úr dúrnum, þarna á þessu fundi, mjög góð. Þetta er eins og Jón ætla að segja, þetta verður einn stofnun, en þetta er ekki svona þessi hefðbundna gamaldags sameining. Það sem þetta er frábrugðið til dæmis, að þá komum við til með að eiga þarna aðila í háskólaráði, sem er mjög mikilvægt fyrir okkur á okkar rödd heyrist þar inni. Við verðum í svokölluðu samstarfsráði líka, sem er þá nýtt. Samstarfsráð er ekki til, en það verður búið til í þessar samstæðu. Og þar eigum við jafnmarga fulltrúa og Háskóli Íslands. Það verður ákveðið jafnræðingur. Og svo verður þessi þjónustusvið eða stóðsvið, þau ganga svona þvert á skólanum. Og ég segi nú bara við fólki hjá mér skólanum, ég meina við erum ekki að fara nýtt, en Háskóli Íslands er að koma til okkur. Og svo líst lítið á. Og það sem við erum líka, það sem er að gerast líka út af því að stjórnvöld er að sjá að við erum að styrkja. Og við getum staðið nú að undirtölum miklum fjárfestum. Að við erum að fá sérhæft kennslu- og rannsóknarhúsnæði í fiskalífræði og fiskeldisfræðum á Sauðárkrók. Og það er komið það langt að við erum, það er útbúið núna bara útbúið. Þannig að þetta fyrir útbúið núna bara á vordögum. Og síðan erum við komin ansi langt með húsnæði upp á Hólum og niður á Sauðárkrók, svona almennt kennslu- og rannsóknarhúsnæði. Við hafa líka mikilvægt til þess að halda sátt í samfélaginu, að við erum ekki að fara frá Hólum. Og þetta er Háskóli Íslands á Hólum. Þetta er ekki Háskóli Íslands í Skagafirði en ég sé þetta samt svo að þetta á að styrkja þetta svæði hér, Norðurlandavestur, og gríðarlega mikið. Og þegar eftir svona tölum meira þetta, finnum við fyrir þessum áhuga, bara eins og hjá fyrirtækjunum, er eitthvað sem að við getum tengst. Og sömuleiðis að þetta samtal við sviðinni í HÍ að þau eru farin að horfa á styrkleikana á svæðin. Hér er gríðarlega mikil matvælaframleiðsla, mjög mikill landbúnaður, mikill sjávarútvegur og Háskólinn á Hólum er sem sagt
hann er með 3 fræðasvið sem ekki eru til staðar í þeirri mynd sem eru fyrir okkur við aðra háskóla, þannig að það hefur verið sama með hvaða háskóla við höfum farið saman, við höfum alltaf stætt. Þannig að ég svo sem bara, þú veist, mér finnst okkur hafa tekist vel til með að gera þetta í sátt við samfélagið. Auðvitað eru aldrei allir sáttir, en umræðan hún hefur verið á þeim nótum og fólk er meira spenningu heldur en einhver svona kvíði og neitt. Þannig að ég bara, eins og ég segi, ég hlakka mjög mikið til. Og Sæunn, Háskóli Íslands fara hólum og rannsóknarsetrið verður að skipuleggja að þeirra svona stjórn og þeirra svona umsjón verða hólum. Hvað tækifæri sérðu fyrir það og hvernig sérðu það fyrir þá? Og þá þetta rannsóknarsetrin eins og komið fram að þau spila mjög mikið inn í þau samfélagi það sem og þau dreifum allan. En núna þess að þá kannski spila rannsóknarsetrin á nýjan hátt við sitt umhverfi á þessu svæði. Hvernig sérðu það? Já, og það sem auðvitað sér með þessa stofnun 12 setur, þetta fólk 50-60 manns að launaskráður ári 600 milljóna rekstur, 60% sértekjur, sýnir styrkinn sem við höfum þó í litlu meiningum allt land. Því þau eru hvert fyrir sig, kannski litlar eyðingar, saman erum við þó stærri og þetta orðið bara eins og Háskóli Íslands á landsbyggðinni sem setin einhvern veginn hafa þróast. En að við höfum getað það vegna þess að við erum með frábært fólk, frábæra vísindamenn og samfélagsfólk þeirra, en líka því við erum hluti af einhverju ennþá starf. Við höfum getað haft forstöðumann í hálfu starfi og verkefnisstjóra sem við séum praktískt mál, fjármál og fleira og rannsókna umsjón í 80% nýverði 100% starfi. Og þetta allt hægt fyrir því 600 milljóna rekstur og 1,5 stöðugildi, þetta byggur garðir. En hefur verið hægt af því að þú ert hluti af miklu stærri eining, þar sem þú nýtur innviðana, hvort sem það mannmál, lögfræðingar, fjármála, hvað það er. Og svo sér maður þessar sterku einingu sem hóðar eru og hvernig þetta háskólarnir þetta vinna saman hvert á skipulag þeirra í dag. Og þetta að búa til í raun og ennþá svona, þegar við byggst upp mjög náið samstarfið hóla í gegnum samstarfið og fyrir háskólana. Og þannig erum við bara stíga og manni finnst einhvern veginn svona eðlilegt næsta skref í því að vinna þetta saman og verða öll að háskólum samstæðinu. Og setin held ég sýnir líka bara hvernig háskólum er unnið við allan. Kannski með þessar aðgerð að segja þetta okkar framræðing samstæðinu og saman verðum ennþá sterkari. Við teljum líka bara að það verður möguleika að sækja framkvæmda fjármögnun. Af því að við erum, eins og ég segi, 60% sértekjur ekki gott hlut. Það frábær árangur. En það þýðir líka rosalega mikla vinnu og svona, þú veist, Þorri hefur eftir að vísti, hann er alltaf smá stressaður laununum sínum að þeir eru nú ekki 2014 sem við gerum samning við ríki og það var ekki ákveðið ár frá ári í fjárlögum, það var rosa stórt skref. Og svo höfum við síðan þá stefnt að því að reyna að efla grunnfjármögnunum með því að hafa 2 á hverjum stað, en við erum ekki búin að ná því markmiði. Það sem við ætlum þá að gera með því að er þá sækja þarna saman, sýna fram á mikilvæga þess að hafa rannsóknarstarf og háskólastarf sem allt land með því að fá ríkið með okkur lið að efla þarna ennþá þetta starf. Ég held að sé sóknarfæri í því að nýta þetta nýja fyrirkomulag sem háskólasamstæðan líka til þess einhvern veginn að við í HÍ sem erum í Reykjavík að við einhvern veginn finnum með hólum og rannsóknarsettum hvernig við getum sótt fram í að vinna þvert á allt þetta slippi. Því að það er líka bara það sem við finnum að er að gerast, þannig vinnur fólk en kerfin þurfa einhvern veginn að hjálpa til því. Nú þegar okkar vísindafólk ásettur í samstarfi vísindafólk og hólum og þannig erum við kannski líka bara einhvern veginn að búa til nýjar tengingar í blandu þar sem að fyrir yfir. Og í raun ekki verið að veikja tenginguna við megin campusum. Þetta allt Háskóli Íslands. En hugmyndin, þegar við sæjum vorum við 2009, hún var komin inn þá. Það var talað að eigin stöðin fyrir rannsóknarsetrin yrði á Hvanneyri. Svo að við erum í raun að gera þetta sama. En það var líka bara til að efla byggðarvíkilinn. Og nú eru rannsóknarsetrin miklu öflugri en þau voru 2009. Það bara mjög glæsilegt að sjá það. Svo að ég held að þetta sé bara mjög spennandi tækifæri að fara í gegnum þetta. Og ég held þessi svona samvinnuferli þegar við greinilega lært af því sem gerist á þannig 2009 að við finnst það svo gott að það er ekki þessi tortryggni svolítið varðið þá ekki með skoðan, heldur við samfélagin, heldur þetta unnið
þannig að það eru tvær stofnanir að vinna saman en ekki að gleypa okkur að. Já, ég vil bara líka hrósa Hólmfríði fyrir hvernig hún hefur unnið þetta. Hún hefur alveg gert þetta mjög svona, getum sagt grúndigt, bara alveg á grunni eins og þetta lýsa þessu og það skiptir svo miklu máli og við berum virðingu fyrir starfseminni, það er mjög mikilvægt, við erum ekki að tala þessa yfirtöku, það hefur bara aldrei verið í kortunum og eins og ég segi, Hólmfríður kemur með þessa hugmynd til okkar og við vinnum með hana en við vorum strax mjög móttækilega vegna þess að við erum búin að fara í gegnum þetta áður og við viljum líka eins og ég sagði hérna í mínum uppáhaldsorðum kemur fram í stefnuna að Háskóli Íslands sé háskóli alls landsins. Og svo myndi ég segja líka fyrir Háskólann á Hólum og eins og hér nefnt við erum mjög gott samstarf og Erla nefndi og varandi opinbera netið og hvað skiptir miklu máli fyrir Háskólann á Hólum og við höfum séð það í vatnalíffræðinni til að mynda hvað samstarfið þar hefur verið glæsilegt í gegnum tíðina og sameiginlega prófgráður erlendum háskólum og allt það. Það er traust þarna á milli. Það skiptir máli. Það var kannski bara, líka bara, við vorum líka í svo góðu samkvæmum við stjórnvöld. Það verður líka að segjast, og líka sveitarfélagið, varðandi uppbygging og húsnæði. Og ég leita alltaf á það sem svona akki. Fiskeldis og fiskalíffræði húsnæði. Þetta er svo gríðarlega mikilvægt fyrir okkur og það verður ekkert hlutt. Og sveitarfélagið að leggja sjónarhorn að þessu og við erum öll svona að hjálpast að og það er bara mikil jákvæð inn í Háskóla Íslands að koma með okkur í verkefni sem samstarfsverkefni að byggja upp nám í kringum þetta í svona sjálfbærri fiskeldisfræði og líka annað upp á Hólum og það er líka svona jákvæðin út í að byggja upp þannig að við hefum komið með fjárfestingar að þá er maður líka eins róleg og þetta verður ekki tekið og flutt sögur bara svona og við erum ekki skóli í ský. Við erum skóli, það er svo mikið fram í, eins og í Skagafirði, í okkar starfsemi, þannig að gott húsnæði er líka fyrir starfsfólki og nemendurna svona, ákveðin svona, gefur þeim svona góða tilfinningu. Nákvæmlega áður við hættum, tíminn frá okkur, ef það er eitthvað spurningar, því að þú tækifæri til þess að fyrir ykkur að spurja hér yfir stjórnendur ef það er eitthvað svona stutt og eitthvað sem þið vilja koma. Sorry. Fyrir Jónas Hólmfríður og Sæunn fyrir þetta mjög veginn. Ég hef verið fylgst með þessum þreifingum og verið mjög hlýðbútturinn. Ég ástækka persónulega tengt við Hóla og þetta að vera mjög gott skref. Ég veit að það hefur verið flókið og interessant. Ég veit ekki að þau eru að leysa þetta. Það sem ég kannski varðandi þessu umræðum að flytja okkur Hóla og það er sjálf sem skiptir mér einhver máli hvað Sæunn staðsett nema að nú gerir okkar Sæunn verði ekki Hóla. Það er vandamál sem við þurfum að díla við tíma nokkar ræða en það sem mér finnst kannski vera stóra mál í þessu og það virðist vera allt í mig verið stjórnvöld þessum að það betur peningum að falla bara að háskólastarf, bæði kennsla og rannsóknir út á landi skipti einhverju máli fyrir íslenskt þjóðfélag. Og fyrir náttúrulega við erum með 12 rannsóknarsetur, við erum að þjóna sem sagt einhvers bara milli 15 og 20 mismunandi sveitarfélög. Og fólki sem er á staðnum. Ég á það Bolungarvík, Skagafirðingar og svo framvegis. Og þetta starf, burtséð frá okkur sem persónum, sé einhvern veginn metið að verðleik. Þetta í þessu felist raunveruleg gildi fyrir íslenskt samfélagi í heild sinni. Og þá náttúrulega sérstaklega það samfélagi út á landi. Og þarna til dæmis sem ég búin að klóra mér í komplunum yfir byggðaáætlun núna í bráðum 20 ár. Af hverju er þetta ekki sýnin? Af hverju er ekki litið á rannsóknir, kennslu og nýsköpun sem byggir á rannsóknum sem byggðaþróun á?
kannski það allra stærsta núna þegar við komum talsett inn á 21. Ég bara þakka okkur kjærlega fyrir ykkar starf og þessu mikilvæga máli. Og ég líti á þetta sem tækifæri og ég kannski ekki hægt. Við þurfum núna að hamra járnið með neitt. En bara takk Þórir líka fyrir þessi komment hérna sko. Eins og ég nefndi hérna áðan líka sko þegar við kynnum þetta fyrir stjórnmálamönnunum sem koma og þeir koma mjög reglulega til okkar og yfirleitt sæl með þá erum við einmitt að tala þetta og það stjórnmálamenn eru mjög hrifnir að þessu og þeir átta sig í það orði á því að þetta mikilvægt. Svo sáum við núna með nýja reiknilíkan að ég meina það þessu bara skellt eiginlega á okkur sko, það var ekki nægilega mikil umræða að mínu mati það. Hólar er skilgreind sem landsbyggðarháskóli, Háskóli Íslands sem Reykjavíkurháskóli og það er alls ekki metið í reiknilíkaninu starfsemin á setrunum nema bara inn í Háskóli Íslands, ekki þessi dreifbýli. Og ég sé tækifæri, nú höfum við heyrt það frá ráðuneytinu, að Hólar sem kampus verði áfram skilgreindur sem dreifbýliskampus, Háskóli Íslands þá í borginni. Þarna getum við komist inn í fjármögnunarlíkanið, svo getum við sagt að kakan stækkar ekkert endilega, svo það er bara að vera skiptir öðruvísi, því miður, það er alltaf þetta sama. En ég held að þetta muni hjálpa, en sko tengingin við meginkampusinn og Sæunni og Birnu mun haldast og hún verður sterk og við þurfum að tryggja að við gerum eitthvað svona, að við gerum það vel. Það er lykilatriðið og þú spurðir Guðmundur hérna hver er staða núna, bara svo ég taki það, Háskóli Íslands hefur skoðað núna nýjustu drögin að þríhliða samkomulagi og við viljum tryggja það að ríkið sé aðili að málinu, þess vegna er þetta þríhliða, til þess að það sé staðfesting á því sem á að gera. Háskólinn á Hólum að fara að fjalla þetta núna, næstu viku já. Og svo sjáum við einhverja breytingar og þá bara reyna háskólaráðin að afgreiða þetta. Við ætluðum reyndar að klára þetta í desember, en það var bæði þetta, semst það voru kosningar og það var svona svolítið óhröðuleiki og við þurftum einhvern veginn aðeins að vinna þetta betur svo við bara frestuðum þessu. En það þýðir ekki að það hafi verið neitt sérstakur ágreiningur á milli okkar. En lykilatriðið er að við gerum þetta vel og þetta sé náttúrulega þið séu upplýst og allt það. Já, ég held að þetta verði mjög mikið gæfuspor að stjórnsetarnir þar á Hóla því að þá myndast leið tengingar. Þá er komin starfsemi sem hefur verið með Háskóla Íslands, sem er komið þangað, sem þýðir það að það verða nauðsynlega mikla tengingar milli skólanna. Og ég held að það sé mikilvægt og leiðandi ekki sem sagt, þetta er ekki sameining á samhátt að þetta sé að renna saman, heldur þessi stofnanir sem að vinna saman og renna saman að það samt sem áður það tengist á þess að önnur sé að gleypa þetta verður svona gott spor í þá áttu. Og til dæmis bara svo reiknilíkan að sett saman úr rannsóknum á kennslu og samfélagslega hlutverki og við erum að fá miklu hærra greitt úr samfélagslega hlutverki. Það er litið á okkur sem landsbyggðar í rauninni hærra heldur en svona allan að sem Háskóli Íslands talslega séð sko. Þannig að þarna er svona að líta á okkur sem kannski aðeins öðrum augum. Já, sem að er bara eðlilegt. Tíminn er fyrir frá okkur og ég var sagt að það er klukkan mjög þannig að ég vil bara þakka fyrir að þér og þakka fyrir öllum að koma hingað. Þetta er búin ótrúlega skemmtilegur dagur, veðrið gott og umhverfið fallegt. Þannig að, já, takk fyrir mig.